Komið sælir kæru áhorfendur og verið velkomin með okkur í beina útsendingu frá Íslandsmeistaramóti Símans í netskák. Ég heiti Björn Jörg Karlsson og með mér í kvöld, eins og oft áður, fítimeistarinn og skákspekingurinn Ingvar Þór Jónasson. Ingvar, velkomin. Nei, ég heiti Guðmundur og ég átti að koma inn í brydd. Það er ekki miskilning. Nei, allt rétt. Við erum mættir hérna í kvöld til þess að sýna ykkur frá fyrstu umferð Íslandsmótsins í netskák sem að fer nú fram með útslátta fyrirkomulagi eins og var hjá okkur á síðasta tímabili. Við fáum í kvöld 2 viðureignir og við byrjum Ingvar á viðureign sem að atvinnumaður mætir áhugamanni, ef svo má segja. Vissulega. Já, það er Bragi Þorfinnsson sem mætir Degi Andra Friðgeirssyni. Já, við erum mættir hérna í 16 manna úrslit, fyrstu viðureignir. Já. Og já, tölfræðin ætti nú öll að vera Bragaði Vil, hann er stórmeistari, hann er stigaherri á Heldur betur. í öllum stigum, netskák, kappskák, hraðskákstigum. Þannig að þetta er svona Davíð á móti Golíat, en við höfum séð Dag Andra, hann getur bitið frá sér, þannig að spurning, já, hverjum eiga von á henni í kvöld? Heldur betur. Nú setni viðureign kvöldsins er síðan viðureign fítimeistarana Símons Þórhallssonar og Bárðar Arnar Birkissonar og þar má búast kannski við aðeins jafnari viðureign. Við komum að því meira á eftir. Já. En það má kannski geta þess að þessi keppni er styrt af góðum styrktaraðilum og eins og áður þá er það Collab, ljósleiðarinn, Lengjan og Síminn sem að standa vel við baki á okkur í þessu. Já. Kærði fyrir það, gott að hafa hérna góða styrktaraðila, það skiptir máli. Heldur betur. Og þetta er sem sagt fyrsta viðureignin í 16 manna úrslitum og hérna, þetta eru margar viðureignir eins og gefur að skilja. Styrkleika munurinn á keppendum töluverður og keppnin er sett þannig upp að það er ólíklegt að sterkustu menn mætir svona strax í byrjun. Svo má búast við að færist 4 í leikinn þegar nær dregur úrslitunum. Það er svona nokkra viðureignir kannski í 16 manna úrslitum sem að eru svona smá Davíð á móti Golíat, en við höfum alveg séð menn svona býta frá sér, þannig að það getur allt gerst. En svo eru nokkrar eins og seinni viðureignin, Símon og hérna Bárður, þar sem að já, við metum þetta bara 50-50. En þeir eru komin á stað núna. Algjörlega, þá skulum fá upp borðið á skjáinn. Og það er Dagur sem hefur hvítt. Dagur Andri með hvítt í fyrstu skákinni og við minnum á það að fyrirkomulega keppninar er þannig að þeir tefla 6 skáka einvígi, eða sem sagt sá sem er með besta árangurinn eftir 6 skákir sem að vinnur einvígið, það er sem sagt nóg að fá 3,5 vinning til að vinna einvígið, verði keppendur jafnir með 3 vinninga, teflaðir úrslita skák. Tímamörkin eru 3 + 2 sem þýðir 3 mínútur á alla skákina plus 2 sekúndur sem bætast við á hvern leik. Já, við hófum leik hérna með drottning reyndarskur vörn, eitthvað svona sem Bragi hefðis mér svona grípa oft í með svörtu. Já, og hér má kannski búast að Bragi leiki H6 og G5 eða biskupinn hörvar. Já. Og þar hefur séð nú Bragi að tefla svona í gegnum tíðina. Já, hann tekur F6. Athyglisverð ákvörðun hjá Degi Andra, hann drepur hann á F6. Og leikur E4, já. Leikur þetta er, já. Svo í slettu nú, very aggressive. Þetta er áhuga tapmennska, það má segja það. Hvítur gefur biskupaparið og fær peða miðborðið. Ætlar að ná þarna, já, að ná þessu peðum hann á miðborðinu, svona sterkum peðakjarnar miðborðinu sem gefur hann mikið valdi yfir eitum. En gallin á móti er að hann getur lent í vandræðum ef peðin veikjast. Þetta snýst svolítið það, nær hann að halda þessu örgu eða setur Bragi pressa á hann. Og Bragi leikur hérna strax C5 sem er svarað með D5 og þá lokast miðborðið. Já, ég er nú smá já, ég er ekkert alveg viss með þetta hérna, ég er ekki hérna sem biskup á B7, hann þarf smá tíma svona til að finna finna verkefni í skákinni ég hugsaði með þetta Bragi kannski tekur á C3 já. Og kannski loka stöðunni, leikur E5 og D6 og tekur sér svo tíma til að laga hana biskup með tíð og tíma. Færa sér þessi peði voru á svarta reyti. Já.
og þá þessi biskup hérna sem að rekst í sitt eigi peð lakar en þessi biskup svona í framtíðinni og það hætt við því að hvítur geta orðið svona planlítill í svona stöðu. Já. Sjáum hvað setur Dagur Andri heldur ágætnu því hann með betri tíma núna. Þú spyrir hvort að hvítur eigi kannski bara að leika hérna A4, A5 meðan hann gerir það, vel gert. Já. Fannst það svona rökar þessi stöðun, ekki að lega svörtum að ná einhvern veginn valdi á drottningavagninum líka. Einmitt. Og Dagur Andri mjög sprækur hraðskakmaður, hann má geta þess að hann með sko rétt rúmlega 2000 stig í sem sagt alþjóðlegum hraðskakstigum. Já. En hann með rúmlega 2400 stig í netskakstigum. Alveg rétt. Sem já, þeir eru í raun mun hérna næri styrkleika þar. Já. Ég held að þessi fyrsta skák sé mjög mikilvæg. Ég ætla að leiða mér að giska að Dagur getur svona smá stressaður. Svona, hvað við segja, svona fyrsta skipti hann svona á svona stærra sviði. Það er rétt. Þannig að ég held að einmikið getur mikið ráðast af því hvort hann fá eitthvað sjálfstraust hérna strax í fyrsta skákinni. Einmitt. Og hann finnst mér, já, hann nú tefnilega vel, ég meina virkilega. Það er onni á D7, hann hefur möguleika á að pota þessu peð þarna A6 og pota drottningur inn á C6. Já. Þetta er svona smá óþægindi, ég sá að Bragi hann svona brást við þarna allt í einu og tók að setja hirtatólinn. Já. Eins og hann hefur svona búist við svona smá walk on the park hann, ég veit ekki. Já, þetta kannski var að taka þessu mjög alvarlega. Ég þarf að fara að hugsa hérna, hvað? Ég er miklu stigari, hvað? Hann hörða með drottninguna. Já. Valdariddaran og hann sé væntanlega fyrir þess að hann getur hörða með biskupin og C8 ef að Dagur Andri leikur A6. Hann leikur A6, ok. En nú hefði ég viljað vera búinn að leika til dæmis riddari, ég segjum bara E1, þannig ég ætti núna biskup G4. Akkurat. Og geti skipt upp á hvítariddarbiskupnum. Nákvæmlega. Með það markmið að setja svo bara riddaran á til dæmis C2, E3 og herja hann á F5 reitt. Já, mjög góð staði fyrir riddaran. Nú kannski Bragi farin að horfa á einhverju möguleika kóngsvagnum í framtíðinni ef hann nær að færa riddara. Þetta er mjög direkt hjá Degi og spilum hvernig allir núna bara ég hugsa að leiki bara drottning C7 og fari bara í appið. Það er smá hættan loki drottningun inni reyndar. Já, áhugavert. En ég er með skemmtilega variant. Drottning C7 Já. Og bara eftir að loka inn í drottning D8 drottning byrja A7 þá hóta hvítur drottning B8 riddarar B8 A7. Já. En svo fyrir utan það líka eftir drottning C7 drottning D8 þá er onni á D6 líka. Já, D6. Hann hörfar. Mér finnst þetta smá veikleikamerki. Já. Veist það fór hann inn, segðu það að þú verður að segja B. Einmitt. Nú er hægt á því að Bragi hrifsi til sín eitthvað frumkvæð á kóngsvagnum ef að Dagur ætlar að fara að bakka. Biskup D7. Já. Og ef hann hörfar núna þarna hann spyrir hvort að Bragi reyna að losa drottningavængin með B5, hann gerir það ekki riddari E8. Hann gæti náttúrulega líka verið að fara eldast við þetta peð en já, ég held nú samt frekar að hann sé að fara að hugsa að já, ég sammálar, hann ætla bara að leika F5 eða ekki. Ég held að ok, riddarinn getur farið á G7 til dæmis. Nei, hann fyrir C7 Já, ég hef nú kannski haldið að Bragi hefur bara talið að drottningavængurinn væri núna örugur. Og hann gæti bara að fara að tefla á kongsvang, riddari G7 og undirbúa F5. Sjá hann Bragi með betri tíma. Ég átti eiginlega vona því út á taugunum að Dagur geti lent svolítið undir á tímanum í fyrstu skákinni. Já, við sammála því. Þetta er að sjálfsögðu mjög stressandi að vera stattur allt í einu í beinni útsendingu í mynd. Já. Að tefla við stórmestara og eitthvað sem að Dagur Andri kannski ekki vanur. En það má geta þess að fyrst við erum með Dag Andra í hérna í útsendingunni, hann er einn af þeim sem að stendur núna bak við nýstofnað skákfélag Mosfellsbæjar. Já, þeir héldu glæsilegt hérna svona hálfgert opnun á mótundaginn. Já, og er að byrja með æfingar og rífa upp skáklífi Mosfellsbæjar sem er bara frábært framtak hjá Degi Andra og bróður hans. Eru þá Fjölnismenn að missa góða mann eða hvað? Ég hef nú ekki rætt að við hann hvort hann ætla að skipta alveg yfir sjálfur en að minnstu kosti að allavega hleypa þessu, svona vör. Komið svo stað, sko. En það er svona, alltaf svona, hvað ég segja, svona gott samstarf í skákinu og til dæmis voru við hérna í tæfélagi Reykjavíkur með 2 unga og mjög efnilega skemmtilega skákmenn, Karma og Nirvan Haldurssoni, sem eru frá Vestfjörðum og það var stofnað skáksamband Vestfjarða. Nei, þetta er skáksamband, tæfélag. Skákfélag Vestfjarða. Skákfélag Vestfjarða, já, ásakið. Já. Og það var nú bara gleðilegt að að leiða að skipta yfir það félag og hjálpa uppbyggingunni út á landi. Sjálfsögðu.
En það er þungum undiralda hérna í skákinni og það er bara 16 á tíman, Dagur Andri og Rauður. Mér finnst þetta staðan henda Braga hans betur, hann er góður í þessum stöðum, Biskup FN lítur á leikurinn hérna. Alltaf það sem ég myndi leika henni annu en hann fyrir 7-2. Hann vil halda FM-rétnum. Nú er spurning hvort að Bragi fara ekki að pota leika B5, pota hinum megin, getur verið óþægt upp á tíman. Það veit baka, akkur í. Ég er hissa á þessu leik. Ég sá fyrir með potið sko, B5 og H5 á sama tíma. Láta Dag Andra svona giska hvað að vera að koma. Þetta er svona þægilegra á svartan í tímarækja því hann getur svona líkið tveimur skjöldum. Hann getur farið fram einmitt þarna H5, B5 hinum með líka. Rókarnir hjá hvítum og alínu svolítið klaufalis. Hann lokar, ok. E4 pot einhver tíma. Hvítum við, hérna Biskup A4 lokar búðinni sko. Þetta er bara jættefli. Og svo eitthvað E4-réttin. Já, eitthvað E4-réttin. Já, þetta er nú orðið ansi. Það þarf bara að passa, bara hendi ykkur E4 svo mér sýnist bara Dagur Andri verið að fatta það. Það er lítið eftir gegnubrotum hérna. Þetta þróunum þessari skák gæti bara verið mikilvæg fyrir Dag upp á eiga sens í þessu einvígi. Hann fær smá sjálfstraust Já, þetta er bara mjög þétt hjá honum. Spurningin er bara... Ég held að ég hafi eitthvað E4 því að einu von svart er að leika E4 á einhverju punkti og reyna að fá einhverju rétti sko. Biskup B5 heldur öllu lokuðu núna. Já, Rókudröpi bara... ok, og svo C4. Já, ok. Já, það er ekki alveg hættur. Já. Ég hef dreifð með Rók, eða út í aðtöflu, þá dreifð bara með Rók á B5 og það er ekkert... Já. Nú þarf hann aðeins... Já, nú ætla ekki alveg að bóka úrslitin sko. Nú er þetta orðið smá vesen sko. Þegar nú getur Bragi svona leikið aðeins fram tilbaka. Leikið E4 réttum tíma. Kannski drottningi E5. Það getur líka sprengt sig. Algjörlega. Og Dagur heldur tíma ákveð kemur önnur peð. Öðru peð, sko. Er Bragi kannski full ákveður að vinna? Við sjáum samt að hann getur, ef hann gerir ekki neitt, ef hann hefur bara kongið þess hvítur aldrei gegn. Þannig að spurningin er, hann getur alveg reynd, þú drottningi F4, reyna eitthvað smá. Já. Það er drottningi F4, hann er með betur tíma. Já, ég samanlega, þetta var hárið ákvörðun hjá Braga að reyna þetta, hann er ekki neitt að tapa eftir hvort þið. Nei, hann tekur eiginlega enga áhættu, þetta var svona ákveðist tilraunum mörguleiti, svo bara spurning hvort hann setti sig við jættefli sem að sýnist á svipuröðunum hann sé að gera. Já, og Dagur Andri virkar mjög yfirvegaður hérna. Já, þetta var, ég er ánægð með þetta, gerðist ýmislegt í þessari skák. Jættefli fyrstu skákinni og eins og Ingvar spennti á, það má búast við því að þetta gefi Degi Andra smá sjálfstraust sem er bara gott fyrir einvið og við býðum bara spenntir eftir að þeir hefji næstu skák, þá hefur Bragi hvítt og hún er komin í gang og skulum fá hún upp, já hún er komin og það er D4, D5 C4, Bragi hefur svona meira minn alltaf tíð verið svona klassískur D4 skákmaður. Já, hún er miklu reynsli. Móttekið drottningi Bragi og E5, þetta er svona og þetta er direkt leikur hjá Braga, hann þingar eiginlega fram svona stakapenstöðu. Bragi sem hefur hvítt leikur núna riddari F3. Ég ætla að segja reyndar er, nei já Bragi með hvítt, já. Riddari F3 og þetta er nú svona þekkt framhald í þessu, þarna hefði verið eitrað að taka á E3 út að drápi á F7 með biskup og svartur í vandræði með drottninguna en þessi skák á B4 er vel þekkt og Dagur Andri virðist alveg þekkja þetta. Og ef ég maður rétt að leika með núna riddar út og fara síðan í stakapenstöðu. Drottning, já, riddar F6. Ég gefa svona tíma í þetta, kannski að rifja upp helstu fræðin í þessu. Og nú lítur Bragi að fara að drepa á D4. Já, hann lítið hann að gera. Spurning með hverju? Já. Ég ætla að segja, já, Bragi, hann er yfirleitt óhrættur við dýnamík, þannig ég held að ég hefði tippað á þetta. Riddar þetta D4 full væmið. Já. En nú erum við komið þetta staka peð á D4 og hvað er það sem að hvítu þarf að huga að með þetta staka peð, Ingvar? Ég hvítu þarf eiginlega svolítið að halda mönnum minna og reyna að halda einhverju dýnamík í stöðunni. Og það er svona, þegar maður pötur reglan og svartur reynir á að samaskapi hafa vald á D4-reiknu sem að gera þarna með riddari B6 og skipt upp á mönnum svona til að með tíð og tíma reyna að vinna þetta peðið ekki. Endatöflun yfirleitt góð fyrir svartan ef hann nær að
létt á stöðunni af því að þá verður þetta svo slæmi veikleiki. Við sjáum að Bragi Biskup er fínn á B3, hann kom með rittarinn á E5. Á pressa hérna. Já, hróka hálfákn á línu, hann getur kannski sveiflað drottningunni eitthvað F4 að G5 eftir atvikum, kannski hrókur D1 fyrst, ég veit það ekki. Einmitt. Hrókur A til D1 virka mjög löglegur að virkja síðasta mannin. En eins og Ingvar segir, drottninga eitthvað yfir, kemur vel til greina. Já, það var svona meiri direkt leikurinn og það er líka náttúrulega lúsi í þessu að Biskup G6 er afleikur, þá kemur rittar upp G6. Hárrétt. Æj, herðu, gerir það. Eftir þessa góðu byrjun þá missir hann Já, við séum að vandamálið er drottningin er óvölduð og ef hann dreipur hér þá hörfa rittarinn og dreipur tilbaka. Við sáum þetta bara alveg kýrskýrt á viðbröðunum að þetta var bara afleikur á degi. Ég held að þessi afleikur hafi verið bara vegna stress. Dagur Andri veit betur. Já, eða mögulega stresslósun. Hann var svo ánægður eftir fyrstgákinn að hann misti einbeitinguna. Gæti verið, já. Já, hann gefur þessu, það var nú óþarf að reyna eitthvað mikið þarna, mann undir stórmeistara. Þetta var mikilvægur sigur fyrir Braga sem er komin 1,5 yfir. Já, og þeir bara vinda sér strax í næstu. Já, eru kominir að hikka. Kominir að stað með þetta. En já, við fáum nú pásu eftir þessu skák sem er svona markar, já, fáum svona hálfgerðan hálfleik og staðan orðin 1,5 fyrir Braga. Já. Hefum eftir að fá það upp og Bragi fer þarna í þannig A6-leik, hann ekki kendur við Janowski eða hvað. Hárrétt. Eitthvað svona nýmóðins leið til að telpa drottningabrað. Já. Hárrétt. Og þannig kemur G3 býtu nú við. Já. Hérna myndi ég nú bara 1,5 yfir einvíðinu, hann myndi ég nú bara strax spyrja spurninga og bara drepa C4 og láta Dag sína mér hvað hann kann. Einmitt. Að það er ofta óþægilegt sko að hanga fórna einhverju peði þegar þú ert að reyna að vinna. Hárrétt. Og nú sjáum við þetta svona frá sjónarhóli Braga sem stýrir svolítið og hann fer ekki að taka peði heldur skákar og hörvar. En nú myndi ég taka, hann er búin að leika A6 og allt. Já, akkurat. En ok. Ég held að vera svona einu hugmyndur að geta svo kannski bara valda peði. Akkurat, drepa á C4 og valda peði eftir með B5. En kannski ætlar hann frekar að tefla upp á að ég leika bara C5 og þetta er C6 bara að koma mönnunum skynsamlega út eða hvað. Gæti verið, já. Dagur Andri hugsa núna þá væri virkilega sterkt fyrir Dag Andra að ná í vinning hérna. Rittari E5. Það bara tefla svona, ok, hefur hann haldið að myndi leika bara C5. Það leikur þetta BT7. Nú það finnst mér eins og Dagur Andri þurfa að klára liðskipunina og leika á borður þetta C3 eða eitthvað slíkt. Það er einhver drottning C2. C6. Bragi fær sér engu óðslega þarna. Já, mér finnst þessi uppsetningar samt ekki alveg passa við það að hafa leikið hann A6. Þetta er svona eins og smá tímatapp. Sammála því vegna þess að þetta P fer einmitt ofta á A5 í svona stöðum. Já. En ok, Bjarni 3. Hvítur svo sem ekkert að gera neitt stórkvæmlega til að refsa í akkurat. En spurning hvort að ég reyndar að C3 og F4 nokkur fljótlega hvort að Bragi léttir þarna stöðinu og bakka með rittan. Vandi svast í þessum stöðum eins og svo oft er þessi biskup á C8. Já. Og það er alveg hægt við því að hvítur fái mikið rými og Bragi þurfa að beita einhverjum bröðum til að koma þessi biskup út. Þetta kannski hjálpar honum. Spurning hvort hann takir hann bara með E-peði. Er það ekki bara? Leikir svo, hann tekur með C-peði, ok? Já. Ég hef hann tekið með E held ég. Já, eins og Ingvar bent á ef hann hefur drefið með E-peði þá. En það er svo sem ákveðna hættur þetta líka að hvítur fara í þetta F-peðinu svolítið langt. Þannig að Bragi greinilega ætlar bara að hafa þetta nokkuð örugt. Og halda, kannski er það uppleggi hjá honum, bara halda svona þægilegu tímaforskoti eða hvað. Það geti verið, já. F4 er komin, já. Já, vegna þess að verður Dagur Andri eiginlega að sýna eitthvað og Bragi kannski vill bara láta hann koma. Rittari C5 heldur svona taki á E4-reitnum. B4.
Já, þetta var það sem ég var að hugsa. Hann leikur riddaranum á E4 og býður degi andra að drepa sem hann gerir og Bragi hefur þá fórnað peði fyrir biskupaparið og góð tök á hvíturiddaranum og þetta var nefnt fannst mér vera svona biskupinn hótar að koma sterkur á C6 en hvað ef ég bara tíni upp þessa pött á B7 og það var mjög gráður Bragi bara sáttur að leika þá róku C8 eitthvað slíkt og fara á skálínuna. Já, ég held það. Jó, það erfitt fyrir hvítan að koma mönnum út þarna. Þetta er ómikið Mér þetta er óholt peða át. Já, mér fannst þetta peð dýru verði keypt, verð ég að segja. Já. Já, peða át nummer 2 var alltaf mjög gráðugt. Já, hann fer tilbaka, hann verður að reyna að loka línunni, hann ætlar að reyna að leika eftir biskup C6 leika og bara E4. Já, hann kemur en þá getur hann E4 og hann getur gefið. Þannig að verður núna, hann í stór, þetta er bara búið. Hann verður eiginlega að fara að hinga en þá kemur drottning D5. D5 sko. Já, þetta var allt og dýrt. Þetta var sérstaklega í þessum tímamörkum sko, það sem hefur alltaf einu komin á afturfætina. Einhver leið? Nei, ég var að leita leið til að Já, BMH E4, drottning D4, kongur H. Nei, það er hún í E4, ok. Það er eiginlega allt í uppnámi sko. Já. Ég held að hann var að gæla við einhverja ef að hvíti yrðarleika kongur H drottning D4 Já, biskup C3 en það er náttúrulega hún í E4 þeirri stöðu þannig að en nú kemur bara drottning D4 og hvað ætlar maður að gera það? Það er bara mát. Já, það virðist vera skákstíðin séu hreinlega að tefla hérna. Það lítur út fyrir það, já. Dagur Andri byrjaði á krafti og myndilega er Bragi að komast yfir 2,5. Já. Og það þýðir bara eitt yngvar. Já. Við ætlum að fara í örstutt skilaboð og koma síðan aftur með framhaldið þessu einvígi eftir skammarstund, ekki fara langt. Við tengjumst gegnum óteljandi þræði og bylgjur í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamál kafað dýpra. Missir. Útilega. Viltu fara? Þessi útilega þetta að ferða þig algjörður rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Mann. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Ég svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaus farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna.
Já, komið sælur aftur, kæra áhorfendur. Við erum að fylgjast með fyrsta einvíginu í 16 manna úrslitum á Íslandsmeistaramóti Símans í netskák. Það er stórmeistarinn Bragi Þorfinnsson sem hefur 2 vinninga forskot, 2,5 gegn Degi Andra Friðgeirssyni og þeir eru að gera sér klára í 4. skákina sem einmitt er dálítið merkileg skák. Já, það er hinn svo kallega ljóslegara skákin og Það er rétt. 4. skákin í einvígunum í 16 manna úrslitum verður ljóslegara skákin, svona vekja athygli okkar einum okkar styrktaraðilum. Nú í ljóslegara skákinni þá er mjög mikilvægt fyrir Dag Andra að tapa ekki. Já, þá er einvíginu lokið. Já, það er rétt. Það svona byrjaði, fannst mér skemmtilega og ég held að þetta jafntefli í fyrstu skákinni, það sem hann átti jafnvel svona séns að fá betra tafl á köflum, myndi gefa hann eitthvað sjálfstraust, en ég svo kannski svona hann voru værukær eftir að kannski slaka á mikið á og tapar hann skák nr. 2. Gerir 2 slæm mistök, leikur sem mann í annari skákinni og gefur síðan Braga allt frumkvæðið fyrir 1 ódýrt peð. Já, það er bara hrundi staðan eða hann á engum tíma. Þannig að, já, eins og við nefndum áðan 3,5 vinningu duga til sigurs, þannig að ef að Bragi vinnur næstu skák þá er einvíginu lokið. Mjög mikilvægt fyrir Dag Andra að koma inn í ljóslegara skákina að miklum krafti og þeir hljóta að fara að byrja hér seinna einvígi kvöldsins, fer síðan fram að loknu þessu einvígi, þannig að við hvetjum ykkur til þess að fara ekki langt þegar þessu er lokið. Heldum áfram að fylgjast með. Og þeir eru komnir af stað, sýnist okkur, og við bara bökkum aðeins. Það eru komnir nokkri leikir. Bragi Þorfinnsson hefur hvítt og hann teflir hérna lokaða afbrigði gegn Sigurleifvörn og leikur Biskup. Já, fer í Grand Prix ára sinna hann að 4. Já, og ætlar að drepa á C6 en Dagur Andri leifir ekki og þetta er staðan núna. Bragi er búin að leika F5 sem að Dagur Andri hefur drepið. Aggressífur leikur. Já, þessi er svona eiginlega blæst sóknar. Þessi peðsfórni er hérna kannski þekktari með biskupina á C4 en það er svona kannski tilumna því að þetta er ljóslegara skákin og ætla kannski Bragi að tefla á einhverjum ljóshraða hérna. Já, ég held samt reyndar að hvernig hann teflir, hann var ekki að nota neina ljóslegara til að tilkynna það, hann allar all-in í skákinni. Mér sýnist það. Nú, hann færi nú kannski eitthvað frumkvæði hérna með að opna Elínu. Já. Það er kannski hugmyndin. Það sem ég var að tala um áðan með biskupin á C4, þá hvítur kannski meira að hugsa um F7-peð, en nú er hægt við því að, við skulum segja að nú er náttúrulega bara spurningin. Það er svartur að kalla blöffi og bara taka á F5 með biskup, eða við hvað er hrættur? Og mér finnst Dagur Andri verið að taka sér full mikinn tíma, hvað sem hann ætlar að drepa eða ekki. Hann þarf eiginlega bara að taka ákvörðun og on with the show, sko. En ok, hrókur E1 er það fyrsta sem að mér langar að gera. Já, og eftir þetta er E7... Rittari D5 kemur til greina. D5, biskup, G5 bæði. Hann leikur biskup strax. Það er þetta alveg... Það er príðilega leikur, sko. Mér finnst oft henda Braga svona stöður það sem hann er með frumkvæði. Algjörlega. Við sjáum að hann teflir þetta alveg bara öðrutt með miklu betur tíma. Já. Það eru kannski eitthvað ákveður einslu þessi greinlega í þessu stöðum, veist, hann tekur sér svona mikið tíma. Biskup F6 kannski ég er ekki viss með hennar leika því ef við skákum núna þá er erfitt voru leika kongur F8 Já, en getur hann falið kongin hér, er það hugmyndin hjá hann? Það má vera ég er kannski bara ágjör að vera uppskipta á þessum biskup að svörturæðinu verða alltaf svolítið leiðilega veikir. Ég verða veiklu leið. Bragi leikur drottning D2, tengir hrókana leið. Hann þarf að ná heiðurhróknum inn í spili, hrókur A til E1, bara fá alla kallarna inn í partíið. Getur verið klókt að hafa allt tilbúið. Já, þetta er óþægileg press á Dag Andra fyrir eitt peð. Eða aftur að lendi í svona mikið í klemmu fyrir ekki meira en eitt peð. Já. Við sjáum að það hjálpa svörtu með ekki neitt að drepa G5, þá kemur bara rittarinn inn í spilið. F-línan er við þá opnast, F7 veikur rittur og G4 getur verið leikur. Hrókurinn er að koma á opnlínuna. Þetta er mjög óþægilegt og Dagur Andri komið niður í 30 sekundur. Já, mig grunar sko bara
miðað við virkni hvíti mannana, ég held að hann fara núna bara C4 eða A4 nei, C4 bara, það ekki Þess vegna getur jafnvel hrókar að Já. þínni þess vegna byrjaði að skáka. ég hugsa með við hérna virkni hvíti mannana að tölvurnar séu bara hans ánað með þessa stöðu held ég Já, ég getur verið sammálaður þar. Bragi skákar og þá hlýtur kóngurinn að fara á F8 höldu við. Aftur gefur Dagur sér tíma í þetta. Já, hann þarf að fara að tefla á ljóslegar hraða ekki seinna en í næsta leik Það er rétt. Já, biskup C4 lítur vel út, halda pressunni á svarti kóngin. Já, Rittarinn getur bara leiðin inn á D5 og eftir það eru margir auðveldi leiki fyrir hvítan að leika og það er svartur sem þarf að klóra sig út úr vandræðanum hérna. það er einhvern veginn menns hvítsur allir virkir, hrókarnar á opnum línum allir kallarnir virkir en svartur hann er ekki búin að tengja hrókarna rittarinn er þá inni þetta er allt svolítið svona óþægilegt Það er mitt. Hann Getur leikur. vel verið að ná að klára þetta liðskipan en þetta er samt svona erfitt Já, það verður erfitt, alveg pottitt. Þannig er ennþá beðið yfir og eins og Ingvar segir, klára liðskipunina og jafnvel að létta stöðunum með uppskiptum er eiginlega leiðin til lífsins fyrir svarta núna. Kannski aðeins getur verið að sleppa hann er bara að leika kongu G7 og svona sleppa svona við einhverjar Ok, þannig er hann, ofhættulega leiki þannig er hann uppskiptum. Dronning já, nei, Dronning C3 gerir ekki neitt Já, drottning C3, hvað gerir hann þá? Þessi bara Dronning F6 eitthvað slíkt Já, drottning F6, já, hann má alveg fara inn í Þannig ég er nýja að spá fluguna. hvort að Bragi sig jafnvel að spá í bara ég veit ekki, Bistur C6, D4, nei Það er meira sem að fara að saxast aðeins á tíma Braga, hann er komin í Bragi jafnvægi- komin að sniður, hann kannski Já, má ekki vera óværukjær sjálfur drottning F2, rittarinn fyrir tilbaka, hóta biskupnum. Er hann þá að hugsa að leika hróku B8 eftir, já, ok, hann Já, dreipur hann ekki. tókur A7 kannski eftir Bistur B7 Já, biskupin eitthvað kjánulegur þá. En hann kemst þetta á E4 þannig að kannski var bara alltaf að taka þetta peð En Biskup B þurr kannski ágætisleikur af því að hann bjóst ekki við honum eða miklu tíma, Ég veit. 8 sekundur eftir Ef að Bragi heldur þessu örlitlega tímafórskoti þá gæti hann komið degjandra tölvunandra á klukkunni. Óþægilegt G4 Já. að einu hóttur núna Já, hann leikur Hann hápu. stoppar það reyndar þarna En nú líður mann eins og einhverja fórnir vofi Já. yfir. Ég hefði jafnvel íhugað bara hróktur bara í S7 með við tímanu svartum en þetta var óþægilegt líka nú er hún í F7 þá hreinur svartstaðan Já, það þurfti ekki meira Mér sýnist að, já, hann drepur og þetta er allt, þetta er svo losarilegt. Hann getur drepið eða, Hann geti jafnvel drefið á E7 núna hróktur bara E7 Bistur bara G6 já, hann getur gert það. Gæti duga til Hann Hann drefið bara drepur F5 já Það er gott líka. Það byrjar á því, þá kemur hróktur bara E7 og ef drontur bara E7 þá er hann mátið tveimur Já, drottning G6. Dronning G6 H6 mát Glæsilega kláraði að Braga Þorfinsinni. Já, hann er naskur í þessu stöðum, hann kann þetta Heldur Við þekkjum betur. það Vá. Bragi Þorfinsson sigurveri fyrsta einvíðisins í kvöld, 3,5 og hann er þá komin áfram í 8 manna úrslit. Treyði sig þarna í ljósleira skákinni teldi á ljósleira hraða Já, Hann bara hann teldi alveg undir nafni. algjörlega óða á hann Já. F5 bara beint í sóknuna og einhvern veginn þetta, já, flæðið á skákinni var bara virkilega gott hjá honum Virkilega. Svona allavega á yfirborðinu svo koma tölvunar og hafnamanni eftir á en það skiptir máli hvað gerast á borðinu Já, og í svona hraðsköku, í þessum tímamörkum þá skiptir 1P ekki alveg öllu máli heldur að ná góðu flæði á tafniskuna og hérna, geta telt svolítið með puttunum. Já, sá það í báðum þessum tveimur síðustu skákum að Bragi fórnaði peðu og hérna Já. og fekk gott tíma fórskot bara og gott frumkvæði og nýtti það vel Algjörlega. Þetta voru svo sem úrslit sem að flesti byggust við. Seinna einvíi kvöldsins sem að hefst eftir skammastundir einvíi fítamestarana Símon Stórássonar og Bárðar Arnar Birkissonar sem eru, já, á okkar mati svipaðar að getu. Báðir mjög þéttir hraðskokmenn og það má búast í jöfnu og spennandi einvíi þar. En við ætlum að fara í örstuð skilabóða meðan þeir stilla sér upp og við komum aftur eftir örskamastund. Ekki fara langt, fylgist þið með seinna einvíinu. Við tengjumst gegnum óteljandi þræði og bylgjur í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum.
sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamál kafað dýpra. Missir. Útilega. Þessi útilega ferðing, allt getur rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Manlow. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys 2. Gegga. Það svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaus farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna.
Já, komið sælur aftur, kæru áhorfendur. Við erum að gera okkur klári í seinna einvígi kvöldsins á Íslandsmeistaramóti Símans í netskák og það er einvígi fítimeistarana. Það er Símon Þórhallsson og Bárður Örn Birkjusson sem mætast. Og þeir eru á okkar mati mjög svipaðara styrkleika eins og vorum að tala um. Þeir eru mjög svipaðara skákstigum, bæði í alþjóðlegum hraðskákstigum og í netskákstigum. Já, og bara kappskákstigum. Og kappskákstigum, já. Báðir fítimeistarar líka. Og þeir eru báðir í hörku formi. Símon hann er nýbúinn að ljúka keppni á skákþinginu Norðlendinga þar sem hann var hraðskákmeistari Norðurlands. Já, mögulega er Símon þá kannski bara í betra forma því hann var að vinna hraðskákmót þótt það var ekki verið á netinu. Gæti verið. Og tefli atskákir meðan að Bárður var að segja mér að ég tefli kappskák við bróður sinni fyrir það. Einmitt. Þannig að hann kannski betur gýraður inn við, ég skal ekki segja. Bárður að tefla á haustmóti Teflis Reykjavíkur með glæsilegu móti, fjölmennu og flottu móti og hann er í toppformi líka, ætti að vera það. Þannig að það verður mjög spennandi að fylgjast með einvígi þessara félaga hérna rétt á eftir. Já. Og okkur skilst að Bárður hafi dregið hvítt í fyrstu skákinni og hverju gætu áttu vona á varandi byrjarendar í þessu einvígi? Hvað maður? Já, ég hugsi þetta verður svona í rólegri kantunum. Menn er ekki mikið svona taka sens í byrjunum. Bárður teflir mjög traust, rólega línur. Mér finnst alltaf eins og sem er svona einhverja peðakeðju og mennina bakvið og svona býður át þetta, þannig að spyrir sjá hvað setur. Já, vona svona stöðu bara þetta við. Það er mjög líklegt. Símon hins vegar, hann getur svona burðið sér í allra kvikmynda líki, hann getur telt sama stíl og Bárður, hann getur telt rólega og stöðulega, en hann getur líka... Veitu, eru þeir komin í ganga eða hvað? Já, þeir eru byrjaðir, við skulum bara fá þetta upp. Og það er Bárður Örn sem að stýri hvítumörnunum í fyrstu skákinni og við skulum fara bara eldsnögt þetta tilbaka. Það er E4, kemur svo smikið óvægt frá Bárði, sikilega vörn og það er Taimanov afbrigð með drottningun á seri 7. Biskup E2, þetta er svona, já, í rólegri kantinum. Títillinn hjá Bárði, hann svona ætti, í rauninni ætti hann að gera lítið annað en stúdara skákir á Karpov, hann er svolítið með. Það er alveg rétt, já. Hann teldi ekki ofta eitthvað svipað í síkjarlegunni Biskup E2 og svona róleg heiðin. Það eru svona fyrirbyggjandi leikir og vöndu tapmennska. Já. Og þá er Bárður sem að fer sér nokkuð hægt hérna í byrjun, hann er búinn að eyða 40 sekúndum og meðan Símon teflir lítið hraðar. Já, það er kannski eitt sem að eitthvað lágast að nefna og gæti verið svona svona stórt atriði í þessu einvígi að Bárður sérstaklega kappskák á það til að lenda í alveg skelfilega tímaræki. Það er rétt, já. Símon hins vegar getur telt nokkuð hratt á köflum. Einmitt. Þannig að eins og skákin fer af stað þá hef ég smá áhyggjur af því hvort að Bárður geti lent svolítið í tímaræki sem geti kostað hann. Sjáum að það voru uppskiptan á D4-reitnum og Símon leikur B5, klassísku leikur í þessum stöðum, biskupinn á leiðin á B7 og Bárður eyðir hann tíma í róleganleik A3 sem þykir nú ekkert mjög töff í þessum stöðum en samt kannski allt í lagi. Biskup D3, biskuparnir stefna yfir á kóngsvanginn hjá Símoni og svona vofir yfir einhver pæðsleikur eins og E5 í einhverjum stöðum. Kannski byrja á að koma drottningunum þannig á kóngsvanginn og ég ætla að spá að drottningarhrókurinn komið þannig einhvert yfir fljótlega líka. Sko ég er smá ágjörðaði hvernig Símon teflir þessa byrjun, hann er búinn að bakka með riddarann á E8 sem er ekki mjög elegant staður fyrir riddarann. Svolítið passítt. Það er nú svona algegnubrótið hjá svörtum í þessu er að leika E5 til þess að brjóta hans upp stöðuna og hann hefur mist af tækjaförðin til að gera það. Já, hann er ekki sáttur, hann er eitthvað að tala sjálf á sig og ekki alveg sáttur við gangmálega. Ég er sammálega, hann er ekki fallið fyrir að leika riddari E8 í svona stöðum. Hann má samt eiga það hann Símon, hann þurfti að taka erfið ákvörðun, hann gerði það mjög hratt. Já. Hann var ekki að eyða óþarfa tíma í þetta og hann er komið mínútu fórskot á klukkunni og meðan Bárður leitar að leið áfram. Já, svolítið eins og sé að leita það er eitthvað svo í sletti svona killir í stöðinni. Ég held nú að það sé nú ekki tilfelli hérna og spyrir hvað ég ekki bara leika eitthvað leik minn hrókur að en eitthvað ekki lengur búin að leika því og hann hefði getið gert þetta á nokkur sekúndum. Já, og bara spurja svartan hvernig hann ætlar að þróa tablið sko. Já. En það er aðalega þetta að ná einhverju flæði í tapmennskuna sem skiptir mestu máli í þessum innvíðum. Líka upp á að koma sér í gírinn svona upp á næstu skákir. Biskup F6, Símon vill létta þessu stöðunni og ég held að það veri svörtum kannski haga skipta upp á mönnum. Þarna fannst mér E5, já. Það fannst mér alveg komið til grein að drepa leika svo E5
en Já, kannski Já. kemur þetta svipa út. hann tekur svona. Athyglisvert. Nú sjáum við að biskupinn er í uppnámi þarna á D4 en aftur á móti þessi uppnámi líka og þá verður drottningarnar. Ég þrjú, já. Kannski, já, svartur bara ekki að taka slægin. Drepa bara D4, hann gerir það. Af því að við erum að drepa G3, fóðum tvípeð og svo verður þetta bara F6 og Svartur vinnur peð eða hvað? svartur vinnur bara peð. Fyrir og að lítið. Ég sé ekki betur. Bárður á engan millileik eins og drottning H3 að því að Símon geti þá í vestafalli bara drepið biskupinn á D3. Já, hárrétt. Hann drepur á F6 og þetta fer svona eins og við spáðum. Símon drepur vantilega drottningun á G3 og enda síðan á því að taka peð á F6 og það er ekki, Þetta er bara yfirbara staða, þetta er bara unnið. það er ekki að sjá að hvítur hafi neitt fyrir Og peðið. það fór þetta fyrir lítið allt í einu þannig. Já, það þykir mér. Peðin óþægileg hérna. Já, bara hristi bara hausinn, skiljanlega. Hann þarf að býta í axlinn og berjast áfram. Vissilega bara fyrst skákinn, en hann er með hvít og þetta er ekki vel farið með hvítamennina. Rétt. Ég efast að þessu komnir, ég allavega ekki mikið yfir 20 leiki ef við erum komin í þá. Já, 21. leikur Já. Bárðar núna. Rittarið 2. Og komum með tæknilega tappa á stöðu. Já, Símon heldur góðu tempói á klukkunni. Stóra vandamlega kannski að ég har engin leið fyrir hvítana að einhvern veginn að bæta stöðuna. Svartur getur bara tekið sér þann tíma sem hann vill eiginlega. Já, það er málið. Hann leikur, Á engin peðabreik að viti. hann leikur kongu G1 svona til að gera eitthvað. Hvernig myndið þú tefla þetta með svart, Ingvar, til vinnings? Já, maður myndi svona með tíð og tíma reyna bara svolítið að fara í þessum peðum. Kongsmegin þá? Já. Já. Þetta að koma sem myndi vilja fara að leika E5 eitthvað stöð, ok, hann leika þetta D5, svo sem alltaf Býður, kannski var bara, ég veit ekki, þetta D7, þá getur spyrja þetta D7 C5 og svo G6, kongu G7, svona aðeins að trítla áfram. trítla áfram, já, einmitt. Það liggur, hann er náttúrulega góða við svartstöðuna, það liggur ekkert á. Einmitt. Bárður leikur þarna áhugaðanleik A4, peðið er í uppnámi en hann líklega að vinna það tilbaka. Já, er ekki B4 svona. Ég semi áttaleikur en kannski á hann bara að drepa og herja á B-peðið. Hann fyrir uppskipti. Hvað getur við sagt um þessa ákvörðun? Var þetta rétt hjá honum? Endilega vissum þetta, mér finnst þess að hvítur sér að fá smá svona activity hérna að virkni. Svartur er allt í einu svolítið bundið við þetta peð. Það var ekki hrókur D2 skári og hrókur C4, hrókur C2. Já, svona gegnulýsing. Jú, Já. já, rétt hjá þér. Í staðan fyrir að vera með svona passíva hróka. Já. Já, svo er það sko, þegar maður er peði yfir þá er kannski hróks endatafl ekkert endilega það sem maður vill fara út í til að Nei, árið. þú veist, halda léttumörunum inn á, sérstaklega með góðan tíma. Aðeins meiri, Oft betur að hafa meira ójafnvægi í stöðunni. jafnvel að riddar endatöfli séu kannski svona best ef maður fara ágætt frípeð. Já. Þrátt fyrir að það gildi að sjálfsögða yfirleitt alltaf að uppskipti eru góð fyrir það sem er liðið yfir. Algjörlega. Hrókur B7 hóta peðinu á B2 og nú er spurning, Já, hann leik, B3. má hann drepa? Drepi B2. Já, en Ok, hann reyndar leikur hrókur inn, vinnur tilbaka og þá er hún í Já. A6. ekki alveg ljóst. Mm, Hann getur leikaborð við, já, hvað? Nei, jú, ég held ég myndi gera það. Tekið C6, B2, hrókur inn, hvað með drottningu, þú leik bara A6, ég leik hrókur B2. Já, Voru leikur hrókur C6, það leikir hrókur A2, hrókur C4. Jú, hann er reyndar að valda til peðin, sko. Ég sá fyrir mér, sko, að skiljið eftir með 1 peð þarna drottningamegin og einmitt. fá 3-1 sem að árunnið. Allavega af bitur reynslu, þá lendi ég einu sinni í svoleiðis endaltabli og Já, einmitt. En merkilegt nokk þá hangir Bárður einhvern veginn á öllum peðunum og þau eru það ansi er veik. jafnt á liði, það er eiginlega Merkilegt, Ok, E5 hlýtur náttúrulega verið leikurinn. Bara komast þetta, E5 og F5, hann skákar A3. Getur farið tilbaka og farið alltaf stu peðin á kongsvagnum, þar að segja. Það er spurning hvað þessi virði það er. Ok, nú farin á stað. Okkur A2 aftur komið bak upp peði. Já,
Það er erfitt fyrir Bárð að halda. Já, eftir kongur C6 þá var hann ekkert svakalega góða reyti þarna fyrir hrókin. Jú, B6 já, en þá kemur kongur C5. Ætlar hann á B7 og fara að eltast í hindpeðin. Hann gerir það. F5 já. Það væri mjög sálrænt sterkt fyrir Bárð að tapa ekki þessar skák, halda jafntefli til dæmis. Já, en nú held ég að við hljótum að leika G5. Já, og ná allavega, þó hann tapi einu, ná allavega kannski 2 samstæðum. Já, mér sýnist að við náum 2 samstæðum svona nokkuð, Gerir það ekki. Þetta vill sendtarp sem hann fór í. Já, Ég er að fá flashback úr ykkur skák frá Símóni hérna í fyrra netbóndi. Já. Mér fannst einmitt landi ykkur svona svipuðu. Þetta var klúður. Jafntefli og Símon bara með þess að passa sig að lenda ekki peðu undir, sko. En það verður að skiptast upp á öllu núna og... Já, hann var ekkert betur en að taka F núna. Já, þetta var sétilega sklöfulegt. Þetta var... Já. Já, ég fullir já, á að vera unni taflana á svartan á þessu leveli. Já, algjörlega. Þannig að algjörlega. Þeir geta ekki verið sáttir. Þeir eru bara að byrja strax aftur. Það er ekkert verið að heika. Nei. Menn alltaf bara ná hendum undir eins. Undir eins. Símon með hvítt og Daniel 4. Já, mér svona hálf líður myndi líða þessi Símon eins og ég hafi næstu bara tapa, sko. Já. Þetta var það unnið. Já, mitt. Akkurat, en hann má kannski, við vonum að þeir séu búin að hrista af sér hérna stressið í byrjun og fáum móttekið drottningu bara, tekur á C4. Riddari C6. Kannski sjaldgæfleið til þess að... Já, eitthvað svona hlýðarvariantur. Já. Ekki alveg með að reyna hvað er best hérna. Biskup E3, heldur valdi á D4 beðinu. Svartur getur þingað týpið hérna með að taka F3 en það er ekkert endilega neitt sérstætt. Já, hvítu myndi þá vantilega þurfa að taka með peði til að halda valdi á D4 peðinu. Sjáum það. Hvítur er að gera sér kláran í að taka þetta peð á C4 með tíu tíma. Já, hann tekur, ok. Býr til eitthvað smá ójöfnvægi. Já, ég veit einn í skakfélaginu Dímon sem hefði tekið undir eins og F3. Já, það er önnur sagði, ég fara námið til það. Já. D5. Nú spyrir hvað hann ætlaði eitthvað svona tróða eitthvað svona svartreita blokkeringur riddari E7 G6, D6. Það er mjög svona orðaleg tapmennska. Einmitt. Eina sem er vandamáli er eitthvað skák á B5 akkurat núna. Og vofið nefnilega yfir skákir. Ef þessi riddari færi á G6 eins og Inga talaði þess vegna leikur hann A6, þarf að eyða tími í það. Og A4, já. Skil hann ekki, svartu var nú ekki að hugsa B5. Nei. Það var fyrst og fremst að stoppa þess að skák á B5. Bara út með mennina, riddari C3 hefði mátt koma leika undan. Já, ég held að þetta hefði bara verið hartnar leiktap hjá Símona því að ef svartu leikur B5 þá bara ráðust þau á þessu peð. Rétt. Með A4. Hann reynir að réttlæta þetta með A5, hóta núna, skáka A4 í vissum stöðum. Þurfum við að eiga tíma núna í drottning D7. Getur verið. Aftur er Símon komið með þetta tímafórskot eins og í fyrri skákinni. Bitu. Þetta er bara mannstap. Hvað er menn að gera? Hvað er að gerast? Og Símon er bara að dansa. Hann fór beint í trompdansin. Æjæjæj. Já, drottning A4 vinnur heilan biskup. Við erum að sjá ansið slæma afleiki, erum menn svona stressaðir? Báð með við? Já. Já, menn eru betur en þetta, ég get alveg fullur. Já, þetta er greinilega taugar. Sko. Já. Þetta reyndar held ég, er ekki rétt hjá mér, fyrst skipti ég að borði í þessum... Jú, það er rétt. Símon er með reynsluna. Og sama áðan, bara ég múti hérna, múti degi. Símon og Bragi eru þekkt andlit á skjám landsmanna. En Bárður er svona bara íhuga tilgang lífsins núna og... hristir hausinn aðeins þarna og já, það er alveg ljóst að lítið eftir af þessari skák. Já, þá spyr ég að móti, hvað hafa margir sem bera nafnið Dagur tekið þátt í þessum innvíum hjá okkur? Já, þetta er mjög góð spurninga þar. Það er orðið algengast nafni held ég. Já. Það er Dagur Andri Friðgeirsson, Ragnarsson og Argrímsson. Það er rétt, já. Já, Bárður hugsar ennþá og hvað er hann að gefast upp, en hann leikur B5, já. Ég sé ekki alveg hvernig sá leikur hjálpar Svörtun nema hann fyrir sömustöðu áðan peðindi. Já. Og Bárður eitthvað hissað þarna. Ég gleymd hann reglunum framhjálp. Ég held að hann sé nú alveg með. Já, þetta er nú. Með hana á hreinu sko. Já, hann dreipur enda til peð tilbaka og tapar kannski peðin á A6 þá.
kemur á óvart að hann skuli berjast áfram en Ég hafa með tapa á hann, kannski ekki alveg svona. já, En það virðingavert að hann berjast í já, ég myndi nú ekki veðja á mikið comeback Nei, þessari stöðu. nei. Ef að fer sem fer þá er Símon komin yfir 1,5 og smá skjálfti í Bárði í byrjun einvíðisins. Já, hann þarf næsta skáka mikilvæg, hann þarf að svona ná tökum á bæði taugunum og tímanótkunni svona til að algjörlega. komast henni einvíðið. Það er ekkert mikill tími til þess að vera að vinna sín í þessi einvíð, þetta er svo stutt. Já. Og það er einmitt sko, þetta er eins og í svona mörgum úrslitamótum, pílu og snókur og öðru, að þá eru svona færri leikir sem þú ætti að vinna í hérna fyrstu umförunum. Það er oft hættulegast fyrir hérna þessi sterkari að þú mátt ekki við miklu. Einmitt. Það er ekki mikið tíma til að vinna upp og hann kemur þriðaskákin 1,5 fyrir Símon. Já. Og Bárður fær núna hvítt og það er Philidor. Já. Það er mjög barðslegt að taka á F5 og fara í endatabli. Já, við sjáum að hvíti getur núna að dreipa á F5 og skipta upp á drottningum. Símon hefur aðeins verið að tefla þetta sérstaklega í styttirskákum. Þetta er svona afbyrðið þar sem að mennindi fara bara út og haldast allir inn á borðinu. Já, þetta er ágætis svona hraðskák söll. Þetta er kannski ekki talið besta byrjun í heimi en þú farið alltaf teflalega stöður og drottningi fyrir núna C7 fljótlega. Það má nefna það að hvítur gat dreipuð F7 hann áðan en það er þekkt teóría. Hvítur kemur riddaranum inn í stöðun og fær hrók en tapar yfirleitt hérna. 2 menn með staðinn. Ég mitt. Og nú drepur Símon á D4. Hérna síðan gera þetta áður og fær þá reyti hérna fyrir riddaran sinn. Já, þessi riddari fyrir þetta C5 eða ekki. Og þá kemst biskupin út. Símon hefur verið að leika sko riddari C5 og oft biskup E6 í svona stöðum. Á hvað fá svolítið veist þú hvað Símon hefur verið að gera í þessum stöðum? Já, hann er mál með vexti. Yngvar. Og við Símon erum liðsfélagar í skákuleikur. Sýtjum átt liðið fyrir. Þetta er fullkomlega raukartíða, Björn. Takk fyrir þetta. Já, en ég sé stundum svona hvað Símon er að bralla. Já, annars hefur áttu ómikið frítíma og þú þekkir svona menn sem er ekki í þínum tafli er að gera í 12. leiki Philidor með svörtu. Já, einmitt. Það er skarplega aðtjóð. En Símon hugsa núna. Já. Gefur sér tölverðan tíma í næsta leik. Ok, Bárður er að fara töluvert betur með tíma sér núna í þessari skák. Já. Það er kannski frekar að Símon sé ekki að nota sinna of vel. Eða of mikið. Og þá er svona gaman fyrir einvíð ef að Bárður myndi vinna og smá fjöri í þetta. Dronning B6, býður upp á kaupin. Já. Já, ekki. Það er spurning, hver er kaupin eða leiku eitthvað að leika svo biskup E3? Þess vegna sko. Þá er P og B2 líklega eitrað. Ég trúi ekki að drottningi leyfi það af. Ég ætlaði fyrst að leika bara hrókur B, drottning B7, hrókur A2 og trappa drottninguna, fanganlega, en ég held að riddari D5 vinni on the spot. Og svo bara tekið á E7. Það er enda mjög falleg lína. Við skulum sína áhörðum biskup E3, drottning B2, riddari D5, drottning drottningu og millileikur riddari E7 og svo fellur drottninguna eftir. Ég vona að því að við náðum þessu, en þeir fara í uppskipt á drottningum á B6. Biskupin hvíti verður þá að hörfa. Spurning hvað það fer, sko. Ef hann fer af skálinni þá kemur bara biskup E6 sterkur og ég finnst svartur mega ágætlega vel við vinna. Kannski fer hann bara samt og E6 núna. Fyrir gamla planið sitt. Já. Geti verið. Ef það eru uppskipti þá vill svartu vantarlega leika í kjölfarið E5, en ef hvítileikur kannski hvítileiki E5 sjálfur í þeirri stöðu. Hann býður með biskup E6, leikur hann H6. Nú verður Símon að fara að gera eitthvað því að hrókurinn á leiðin á D1. Já. Kemur gamli góði biskup E6 leikurinn hjá Símoni. Hann geti fara að koma. Á hann ekki að taka á leika E5. Reyna að búa til einhverja smá peðveikleika. Mér finnst það líklegt, jú. Annars leikur svartur E5. Og má vantarlega bara ágætlega vel við vinna. Mér finnst það líklegt að hann ætti að gera það, já. Skilja þá þetta peð eftir sem veikleika á E6. Ég hef engar ágjör af einhverjum riddari D5 eða riddari H5. Ég get svarað báðuleiki með einhverjum eins og biskup D2, ég veit það ekki. Eða biskup H2 eða eitthvað.
Þetta er riddari D5 plus D2 kannski. Já, Við getum líka að fara að H2. það er rétt. Jafnvel mætti nú líka að vera að drepa D6 eða hvað. Já, mögulega drepa D6, það er hárrétt hér. Þetta peð situr alltaf eftir hérna á... Ég meina, EF hlýtur á leikun. Hérna er Bárður aftur komin að fara að nota alltaf mikið tíma, hefðis mér. Já, Þetta er bara leikur sem þú gast bara leikið. já, Tekur kannski 5-6 sekundur í að passa sérst ekki leikunum á þér. Einmitt. Þetta er leikurinn í stöðunni. þetta er nefnt málið. Nálgunin í þessum tímamörkum snýst fyrst og fremst upp að treysta innsæðinu Já. og finna eitthvað flæði, láta vaða. Hvítu verður að búa til veikleika þannig að það er einhvern veginn bara það er bara líka algjörlega ljóst fyrir. En ok, hann leikur leiknum. Nú Símon að metta hvað hann er að gera, drepa eða fara með rittaran. Já. Ef hann drepur þá náttúrulega er hvítur að treysta á það þessi svolítið leiðilegu veikleiki þarna á elínunni. Ég spáði hann drepi og reynir síðan eitthvað. Hvað er þetta D5 og Já, eitthvað slíkt. vona besta. Hann leikur þetta D5 strax og þá er spurningin hvort þinn leikur já. Ég drepi D6, sé ekki bara máli sem hann leikur hérna undir eins. Já. Rittar Drepur F4, já. F4, já. Þetta er vantilega drepið. En þarf hann að leika núna hrókur F6 til að valda ESSP-ið? Nei, við sleppum að það G3 er alltaf svarað með rittar bara H3 skák. Já, það er erfitt að reyka rittarinn á F4 strax. Fyrir á E8. Það er samt spurning, þú leikir bara G3, rittar bara H3, kongur G2, rittar G5, þá dreip ég og svo rittar bara E6. Aha. Það er reyndar, það væri mjög sniðugt, en gerir það. Gerir það. Ok, það er kannski merkjum að Bárður er að vakna til lífsins hérna. Ef rittarinn þarf að hörfa, þá er hún í E6. Já. Og við erum snöggir að töfalda og svarta þarf aðeins að passa sig, en kannski næra bara... Vandinn er kannski fyrir hvítan að, sko, ef hann drepur á E6 núna með hrók. Ég vil leika rittar í F4 núna. Já, hann gerir það ekki. Af því að þetta peð er alltaf... Já, nú má hann taka C3, kongur F7. Já. Og svo jafnvel bara rittar í D5 og ég vinn peð tilbaka, held ég. Já, við sko... Og svo er líka hún í A4, eins og þér. Já, hann getur eiginlega ekki farið langt með hann hrók. Hann átti að vera aðeins bakur hana og henda rittarinn með F4 og tefla bara stöðulega móti SS-peðinu. Sammála því. Af því SS-peð tapast. Þannig að skipta hann eiginlega sko að reyna að vinna svona ódýr peð í staðin fyrir að halda bara stöðulega miðurbyrðum. Einmitt. Og nú getur Símon að þér virðist tekið á E7 og er þá peði undir en hvítur með svona... mjög veik peð. Já. Er Bárður að haldi vonina hrókuturbreysu, konguturbreysu, hrókur B1, drepa B7. En þá eru tveir möguleikar, svo þetta getur valda svona eins og gera hrókur A6 og kannski bara samt tekið á A4 og treysta á eiga góðan frelsingi á A-línunni. Þess vegna, já. Hann ætlar að valda B7-peðið sitt með kong, sýnir mér. En þetta tekur svolítið langa tíma. Spurning hvort að... Jú. Er Símon að taka yfirhendina? Hann er alltaf miklu betri tíma líka. Já, 20 sekundur á móti 3,7 sem að Bárður er með. Svakalega munur. Og Bárður reyndar vanur því alveg bara frá því að hann var bara með bleiu að tefla með engan tímaklukkunni. Vá. Það er töluverð reynsla þar. Hér er... Já, ég hef jafnvel skotið en séfum fyrst hana til að búa til eitthvað mátnett. En látum okkur sjá, Bárður þarf að vera snöggur núna. Ok, hann ætla með hrókinu á D7, það er óþjóðlega leikur. Rittar B4 bara ætla að valda C6, já, fýll leikur hjá Símoni. Getur hann hangið á þessu svona, já, en nú koma peðin. Ok, þetta er smá krippa kannski hjá Símoni, nær hann að losa sig, hann reynir að losa sig með B6. Fann ekki bara Bárður flotta leið hana? Nú voru peðin komið að stað. Hann náði að vinna sig. Rittar E6. Úr þessu, hverju þurfti hann að hörfa hana? Veit það ekki alveg. En hvítur er með 2 samstæð fríbið á kongsvagnum og hann er svolítið langt í mótspili á svörtum þannig að hann heldur hróknum inn á. Já, hann er ekki komin að stað. Næran. C5, skíturinn skákinni. Rittar B5 kannski. Já, perandaleikur. En nú getur hrókur einn halda í aulatrykkin. Halda í aulatrykkin, og þá má hann ekki leika kongu G2. Nei, hann leikur hrókur D8. Þetta er mjög spennandi núna. Þeir báði mjög tæpar á klukkunni og þeir verða að treysta tilfinningunni núna. Nú fer C-peð að stað. G-peð er komið hans langt. Allt og langt. Og hvað nú?
hvað langt Hann hann drepur. gæti fórna manninum, já. G7. Þróka G8, F4. Ok, er þetta leysast? The plot thickens. Er þetta aftur að fara í jafntefli? Er þetta leysast upp í jafntefli? Eftir F6 þá má rittarinn drepa peðið og þá falla bæði peðin? Þetta bara þú sé korter í að klúra þessu, sko. Kongur E5 og rittari drepur. Nei, ok, hann gerir þetta svona. Hann kúplar sér bara út. Já. Og Já, svartur og ef smá einhvað þá er það svartur sem á Já. svona. En kongur hleypur Já, fyrir framan. Jafntefli þannig síðan, Já. svartur getur eitthvað aðeins reynt. Já, Og- ekki lengur. Og jafntefli. Já, svona í prinsipinu eiga mann, já, tefla bara í botn og jafntefli er ljóst og þá er staðan orðin 2-1. 2-1 í hálfleik. Já, við fengum rosalega afleikan í annar skákinn hjá Borði og má segja að hann hafi svona ekki verið nógu beittur með hvítu Nei. í tveimur jafntefliskákum og það fara virkilega að herða sig í seinni hálfleik og hann ætlar að vinna sig aftur inn í við. Já, en við ætlum að koma aftur eftir örstuð skilabóð kæra árandur með áframhaldi á þessu ekki fara langt. Við tengjumst. Gegnum óteljandi þræði og bylgjur, í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamál kafað dýp. Missir. Útilega. Þessi útilega þetta ferði hálfgetur rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Mann. Welcome to the White Lotus. Go be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Það er svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn er hafið. Enski bolti. Endalaus farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna.
Já, komið þið sæl aftur. Staðan í þessu einvígi er Símon hefur 2 vinninga og Bárður Örn Birkisson hefur 1 vinning. Að hvaða skák er komið fyrir? Það er komið að fjórðaskákinni sem er í boði ljósleiðarans. Ljósleiðarskákin aftur í það sem Við fengum mjög kraftmikla tapmennsku hjá Braga Þorfinssoni áðan í fjórðaskákinni, svo kallega ljósleiðara tapmennsku, og það verður gaman að sjá hvernig strákarnir bregðast við núna. Það er mjög mikilvægt fyrir Bárða að ná að vinna þessa skák og jafna. Það minnst eitthvað ekki að tapa vegna þess að það var að koma erfitt, það er ekki alveg búið, hann geti komist í bráðabana vissulega. Já, en þá var hann komið baki uppi vegg, mætti segja. Já, nú það var hörkuspennandi skák áðan þar sem að Símon hélt velli, hélt jafntefli með svörtum mörnum og hann hefur þá hvítt núna í fjórðaskákinni, Símon. Já. Og hann legg D4 áðan. Já, fengum hann að móttekið drottningabræð sem að hefnast nú ekkert sérstaklega vel á svart. Nei. Frekar misefnaði eitthvað er. Símon vann mannsnemma. Já. Ég ætla að spá því að við fáum sama byrjunarlegg. Og já, við erum að bíða þegar þeir hefji leik og þeir eru komin á stað, já. Þetta var D4 C4 B6, svo kallaður Accelerated Queen's Indian, hraðaður drottningarenduri. Og nú hvítu komið allt miðborðið og hver er hugmyndin hjá svörtum með þessari uppstillingu að gefa svona eftir miðborðið, einhver? Hvað er? Já, ég held fyrst og fremst að hann hafi ekki kunnað teóríuna nógu vel. Ég held að svartur eiginlega D5 hann til að sportna við þessum F-leik. Bara strax hérna? Já. Og tekið E4 og rittarinn fyrir eitthvað. Já. Og kemur átt einhverju E5-leik og snemma en með því að tefla svona þá er bara svartur að fá virkilega slæman kóngsendara. Ég skil ekki alveg hvað Bárður er að gera. Þessi biskup á ekki heima hér í kóngsendurinn strax. Ég hef ekki leyft hérna, nú held ég að svartur eigi að taka D4 bara svona til að cut þessi losses. Ég hefði ekki alveg drottning D3, ég hefði ekki D5. Einmitt, og telt gegn þessum biskup sem þyrfti það væntanlega að fara tilbaka á einhvern tímapunkti. Gera það núna? Ég hef lært það svona bitur reynslu að hafa telt svona einstakar kóngsendari og berunískák gera að það er slæmt að lenda í þessu. Já. Símon teflir svo kallega seimis uppstillingu gegn þessu. Sko, mér líst bara ekkert á þetta hjá Bárði. Nei, það er erfitt að finna. Og Símon hann svona hálf gretti sig eins og var að gefa skinn að það verður svona hálf kjánuleg tapmennska í svörtum. Já, einmitt. Rittarinn frá G3, það er ekkert sko peða gegnumbrotið eða neitt slíkt sem að svartur hefur. Svartur yfirleitt að tefla upp á að leika F5 eða C6 eða B5 í einhverjum af þessum stöðutípum en hann hefur ekki tíma til að róka sko af því að hún er í H6. Það er bara að koma H4, H5 og kallega afbakavets, svo slettum sem við kallum. Þá eru hvítu peðin hér, þannig að hann leikur H5 til þess að stoppa það. Eftir G5 þá væri rittarinn tilbaka og þá var svartur kannski smá möguleika á að brjóta uppstöðuna einhver tíman. Svartur er bara svo langt og eftir venjulegum kóngsendurastöðum að því hann búin að eyða tíma í þetta B6 biskup B7 sem hefur ekkert upp á sig. Þessi biskup, já, hann bara býtur einhvern granindvegg og er ekki að fara að gera neitt á þessari skálinu. Bara tímatap. Einmitt. Að því sögðu það spurning hvernig hvítur heldur áframinn, hann tekur að H5 og rittari tekur. Þá er H4 peð orðið veikt hjá hvítum. Hvað gerir Símon til þess að passa upp á það? Já, spurning hvort hann ég er nú ekki alveg viss með þessa framöndu í síðustu leikjum. Mér finnst þess að Símon hafa kannski aðeins misti sig í að nýta sér stöðu yfirburuna því að nú getur svartur kannski það verið gráður og leikið biskup F6 og reynda að vinna þetta peð. Má hann taka strax á H4? Sýnist ekki út af biskup G5 en er eitthvað biskup H6 þá var ég þar gæla við já en það má drepa H4 með hrók og skáka H8 já, rétt þér já. Mér fannst ég að sé eitthvað en svo sá ég það ekki voru semst að tala hrókudreipur, biskup G5, biskup H6 þá biskup með leppur má ekki drepa hér en hvíti getur drepa með hrók og ef það drepa á G5 þá var hann millileg hrókur hátt skák skák
H8 og þó að drottningin sé í uppnámi þá drepur hann hinn drottninguna með skák. Já. Virðist í lagi, hann leikur biskup F6. Já. Hann sér það sama við. Aftur finnst mér samt svona dæmi óskynsamlega tímanótkun hjá borðið, hann er alltaf lengi að leika. Það er ekki margir leikir sem kom til greina. Ok, kannski var hann eitthvað hans að spá í hérna að taka H4 en leið og kemst að þá niðurstuð þá sé ég bara ekkert annað að gera heldur en biskup F6. Bárður er ekkert að taka þetta peð, hann gæti verið að íhuga hróka langt, mögulega. Það var samt líka. Já, já, það er það. Hvort myndur að langkróka að leika kongur F8 til G7? Já. Ég er smá hrættur samt við það er góð spurning. Vel tímisættur F4 leika eða eitthvað, ég veit ekki. Já, einmitt. Ef að kongurinn fyrir hér, klálega eftir hvítur að reyna þá að opna tablið. Ég hef bara meira ágjör af honum ef ég er langkróka, þá kannski veit það ekki, maður fara að taka CF ef maður er opnandi eitthvað. Einmitt. Samt kannski er alltaf leið. Þessi tafnaskæði á Símoni minnir mig á, sko, ef ég fyrir 10 ára aftur í tíman, þá vorum við Símon stattir saman á heimsmeistaramóti ungmenna og hann var mikið að stúdera seimisafbrigði á þeim árum. Já. Og vorum ofta að grúska í þessu saman fyrir skákir. Fyrir Símon þá var hann ungu maður. Eða við báðum kannski. Og varst þú þessar þjálfari eða voru báður á mótinu? Já. Það ég var komin af svona besta skeiði þeim árum. Já, hann hróka langt, hann er ekki hræddur við þetta. Nei. Og þá bara spurningin hvernig færi Símon að því að brjótast í gegn. Það er svolítið hægfara leikur, hann gefur samt í kynna hann alltaf leika kongur B2, A3 B4 hann gefur þá hápeði. Já. Til hvers voru við að tvöfalda vinum þetta peð hvort þeir? Já, góð spurning. Ok, hann gefur bara hápeð og ætlar að fara í fá lína, já, en Símon ætlar bara sók fara í þetta plan og peðin hafa verið ansi dýr í kvöld eins og við sáum í sérstaklega við Braga og Dagsandra. Já, Rókurinn fer inn á H2 lepparinn biskup skiptir ekki máli að svo stöddu en geti gert það í framtíðinni. Já, hann lítur að leika B4 sér A, sér B, Rókur sér einhvers konar undirbúningsleikur. Já. Já, hann sér fyrir sér að C-línun opnist fljótlega eftir B4 að fara að leika C5 strax í kjölfarið. Peðin koma hérna eins og stormur. Með eða án riddar A4 eða riddar B5 svona til að reyna að opna þess. Fyrir mennina, örlítið betri tími hjá borði, hann ætlar að svara B4 með riddar A4 skák. En spurningin er, já, hvort að A4, ok, hann ætlar að henda riddarinn að B3, þetta er átt sniðuleikur. Kemst þá kannski inn á D4-riddinu. Úps, ef hendin pistur C5 eða? Við veitum kannski skotinni en þetta er bara B3. Já, en úr því sem komið held ég að verði að gera það því að, ok, þetta, ég er ekki hrifin að þessu, ég er ekki hrifin að fá riddarinn á D4. Nei, nú kemur hann á D4 og byttu nú við. Getið líka hrókur D2, því að ef ekki þá opnast, já, hann gat ekki leift skálunum opnast, takk D4 og svartælda biskupin hefði verið algjör skrimsli. En mér finnst þessi riddar á D4, nei, byttu biskupin er onni á E3, hvað er að gera? Hann hóta biskup G4 skák, en hann fellur í það maður. Nei, Bárður. You had one job, sko. Þetta er hrikalegt að sjá. En byttu nú við, það er sant. Nei, það fellur mikið í liðið þannig. Þetta var, Og Símon hristi hausinn þarna líka maður. Skelfilegt. Þetta var mótnefnd tenging þarna í taktikinni hjá Bárði í ljósleiðarskákinni. Já. Það er svo góður. Content fyrir Tomma hana. G4, ok, hann reynir að nýta þessi tvö samstæðu frípeð. Ég er hræddur að sé ekki nóg. Hann er ekki með neitt fyrir drottningunni með þessi peð. Hann er hreitni drottningundi, sko. Hvað gerðist? Þetta er alveg hrikalegt, já. Ok, drottning G2. Já, Bárður er langt frá sinni besta hérna. Já, ég átt að segja það. Kongur C2, heldur vantilega hróknum á E3. Hann er enn að tefla, en Símon bara að einfalda og gera það með að drepa á C8 og svo vantilega á F5. Að þessu sögðu, Björn, þá er nú Bárður með hvítt í næstu og verður bara að gera svo vel að sína sér rétt andið þar og takist að gera það, þá er þetta bara úrslitaskák. Já, hann er rétt. Þetta er það stutt einvígi að endurkoman, hún er nú ekki meiri það. Það er rétt hjá þér. Bárður svona tefla bara til að
Mér líður svolítið eins og sem að lögutarsæfingu að leika okkur í mát eða patt, ég skal ekki svona að segja. Já. Nei, það getur ýmislegt gest í nerdskák, menn geta, músík getur bilað, þú fallir á tíma, það er hægt að patta. Já. Það er hægt að, ýmislegt sem hefur gerst og mun gerast, en ég sé það er ekki gerast í þessar skák. Nei, Drottning Efsas er þetta ESS var svona einfaldast til að máta bara í svona 3-4 leikjum. Já, þetta hótamáti í nokkrum. Þetta dögur líka, já, ok. Hann gat nú máta líka, en þetta er nóg. Þetta er nóg. Var ekki bara eitthvað G7, Drottning ESS, E8 má... Sýndist það, já. 3-1 er þá staðan og það var Símon Þórðarsson sem vann ljósleiðaraskákina. Já. Hann dögur eitt jafntefli viðbót til þess að vinna einvið og eins og Ingvar sagði, Bárður Örn Birkisson þarf að spýta lófana í 5. skákinni. Já, hann hefur kvitt og verður bara að gera svo vel. Ég vona því að hann leiki E4 ennþá. Þeir eru komin á stað aftur. E4, já, það komið Sikkilega vörnin. Og það er aftur Tæman og það fekk nú alveg, já, Símon svona teldi ekki vel á hann, en spurning hvort að Bárður náttúrulega bara drífa sig í sömu drífa sig í sömu línu og spurja bara, náður að finna endurbót á því sem þú klikkar á hann og láta hann eyða tími í skákinni, hann var ekki búin að því. Akkurat. Í staðinn fyrir hann með breytum. Sammála því, Bárður fer í svo kallega kóngsindverska árás sem að svipar til kóngsindverska varnar eins og við sáum áðan, nema hvítur er leik á undan. Já. Og nær þá að leika þessu peði allar leginir á koma leikinni á hvítum H4, Drottning E2, biskup F4, Riddar fer eiginlega H2, G4. Þetta er svona mjög þægilegt í hraðskák en á hvítur er líka A3, er það ekki rétt, herra skólastjóri? Jú, það er svona algengast. Bárður með það á hreinu. Það er reyndar ýmsir góðu menn sem hafa telt þetta afbrigði haldið fram að þessi tímasóun. Fyrst gerði það í gamla daga. Dr. Kristján, hann vildi ekki leika A3. Kannski eitthvað svona mýta sem að menn svona fylgja. Gæti verið, sko. Það er spurning hvað, aðri meistarar sem hafa telt þessu uppstillingu, eins og til dæmis Jóhanna Björg, forseti skáksambandsins. Spurning hvað skoðan hún hefur á þessu. En hvítur er að fara í kóngsókn. Það er ljóst. Það kemur gríðilegt hliðarspor. Ég sá skemmtilegt vídeo hjá Kólovits þar sem að svartur leikur hásas aðeins fyrr og treður þessu riddarar með vasan á hásu að snemma. Já. Og það meina að þessi árið sem hvítum sé mjög erfið þar og svartur sé ekki mát. Og það bara hér og hér og hér? Já, mjög áhugavert. Nei, bara áður en hvítur leikur í F5, bara hásaks og svo tróða riddarar með vasan eins og kvölda. Já, beint á hásu. Já. Það er mjög athyglisvert. Svona eiginlega ný leið sem að fæ mig til að hafa svona aðeins meiri trú á þessu afbrigða svart. Áhugavert. Af því mér finnst alltaf erfitt að tefla þetta svart sérstaklega í hraðskák af því að hvítasóknin er svo auðveld. Einmitt. Þú bara hendir í hverja fórna háseks og svartur þarf að hugsa. Já, ég menn eitthvað svona er. Og jafnveg spurning hvort að ég held að nefnum ekki núna. Það getur kannski leikið þetta var D til að hóta því. En mér finnst að Símon hafa telt þetta mjög markvisst og örugglega. Já. En í sóknarplani hvíts það er alls konar svona skemmtilegur leiki sem geta komið eins og hrókur í F4 beint döðan og ef drepið þá kemur biskupinn í sóknina eða öfugt, biskup fyrst og svo hrókur. Akkurat, ef við fórnum að þá með mikilvægt að þekkja þessi plön að eins og krakkarnir í skákskólanum læra vantarlega Það er rétt. Að þekkja þessi plön eins og frægur skákir, frægur fyrst skákemynda sem að notar hann E4 til að flytja mennina yfir í sóknina, þótt að sé onni. Hann fer með drottningin á D2, já. Hér má kannski segja að sko hvítur hann verður eiginlega á einhverjum tímapunkti að fórna vegna þess að svartur er búin að vinna það mikið landrými á drottningavagnum að hvítur getur eiginlega ekki telt lengur stöðulega, hann er með Já, við sjáum bara það Ronja A3-peði, þrókurinn getur komið inn á B2, drottningin á B6, þrókur C8 og svartur er bara brjóðs í gegn og beigja til vinstri frá sér. Einmitt. Já, hvítur er búin að gefa mikið eftir þarna. Já, ég var einmitt að spáði hvort að þetta væri leikurinn, já, biskup G5. Athyglisvert, já, það er óþægilegt að Rókur B1, já, ok, hann vill ekki hleypa honum á línuna. Einmitt. Eina svona sem að ég myndi eitthvað gæla við á hvítt hérna er hvort þessi peð, sérstaklega á D4 og A4 getur orðið eitthvað veik. Já. Þegar mér finnst eins og hann sé búin að gefa þessa sókn svolítið upp á bátinn. Þú átt við að... Ég ætlaði að segja, það er spurning hvort að ég leiki ekki bara á drottning A5 og fara á eitthvað peða við það, sko. Þú átt við að Bárður sé að gera akkurat öfugt við það sem ég var að segja.
Hann leikur drottning A5 og hann hótar bæði biskupnum á peðinu. Já. Símon getur valdið þetta með rittari C5. Drottning H4 leikur í einhverju stöðum. Það var sami klunagangurinn hjá hvítum en það hægra megin. Ég held að ef svartur ætti leikmundan hún leika hrókur B til C8, segja bara allt sér valdað. Já. Og svo drottning H4 hótun. Spurningin er sko hvað ætla Bárður að gera núna? Það er allt valdað hjá svörtum. Hann væri til í að þetta er kannski ljóslegar tengingu en það getur það hent kongnum að G3 í einu leik. Já. Bara valda H4. En getur hann leikið kannski bara biskup F3 og svo bara kongur G2 eitthvað svona. Kannski fara með hrók og G-línu einhver tíman. Já, þetta er svolítið flókin plön sem taka tíma og nú er að komin í svolítið vandrað klukkunni. Já, sammála því. Við hefum séð þetta áður í MJ-unu að Símon er rúmri mínútu yfir á klukkunni. Já, því er ekkert að vera að dúlla sér svona með hvítu. Ég ekki með hvítu að í þessum tímamörkum er svona það sem ég vildi sagt hafa. Rittara H2, hvert er þessi rittara að fara? Með rittarinn í vasa? Já. Ætlar hann að fara með rittarinn á F1 G3 eða? Og ég meina hróku C8 núna, hvernig ætlar bara að valda, já ok, þú ætlar að valda bara með drottning D2. Já. Ég veit ekki, þetta er þess mér óþægilegt að hvíta hann. Já. Og þarna sjáum við þá í mynd, Símon reyndar hálfur í mynd en virkar mjög yfirvegaður. Bárður alltaf jafn spakur þó hann sé alveg að falla tíma. Já. Ég held að þessi komið svona áunnið eitthvað svona Stockholms helkenning eitthvað tímar ekki sko. Já. Símon gefur sér smá tíma núna. Ég var hrifinn að hafa hrókunum C8. Aha. Ok, hann hótar núna þá biskupdröpur. D3, drottningin. Ok, en hvað með drottning B4? Var þetta kannski ekkert svo góða leikur? Ég fæði D4-pið. Lítið mjög vel út, já. Drottning B4, hann gerir það. Það var verður að finna það. Hann var þingan til að finna það. Hrókur er fór að bílunni. Þetta... Og fara hann alltaf eina pöttu. Kannski eitthvað aðeins þetta... Finna með það. Kjölfæri geti C4 komið í einhverju stöðum. Ok, nú það Bárður að fara að tefla hratt. Hann er komin undir 10 sekúndur á klukkunni. Nú þannig að hann láta flæða ef hann ætlar að fá eitthvað út úr þessari skák. Gefur hann að H5-peði, nú er hann, já. Ok, rittarinn er góður á D4. Það fara að fá svona þægilega stöða sem að geta að fara aðeins að blitzaleikjum. Já. Spurning hvort hann sko leikir biskup F3 og lappi með kóngin á E2 og fara að gera eitthvað á kóngsagnum. Já, athyglisverðplan. Bara svona til að fá auðvitað leiki. Já, það sem mér datt í hug var já, mun vera að hægfara eitthvað svona hróku B4-leikur. Þetta er, já, sniðuleikur. Hann stoppa líka rittar G6, ég var svolítið hræddur við það, rittar G6 og fara inn á þessu reyti. Sjáum að D5-peði fellur ef þetta dreipið með E-peði og opnast ýmsum möguleika fyrir hvítan. Tekur á E6. Ekki viss með það. Ég er að fá smá kvíðakast að horfa á klukkuna hjá Bárði en... Býtu, hann var eins og hann var ekki ánæður. Býtu, hann leik ekki af sér. Hvað var svona... Mista hann að okkur? Fannst hann að hóta eitthvað? Ég skal ekki segja. Nei. Hótar drottning A7? Já, hótar drottning A7 í stöðunni. Fyrir aftur á D4. Ok, það er eins og hann hafi viljað leika ykkur. F4. Ok. Er hann að ná okkur stöðum, ykkur tökum á stöðunni? Er hann á stöðum á tökunni? Ok, F5 er það sem hann er að gæla við. Sprengi upp taflið. Já, ykkur. Biskupin blokkarar þetta. Hann tekur, drottning tekur. Biskup Hannes 3, hrókur B2, hrókur F2, automatikleikur, hrókur fyrir svo G2. Bárður að halda ágætu tempo hérna þó hann sé... Já, er hann ekki aðeins að... Tæpar á klukkunni. Hrókur G2, drottning A7 getur verið leikið sem er að fara að koma. Já, og F5. Og hvað E6? Ég hef samt ekki... Já, að þið rittarinn kemst á... Og E7. Já, nei, þetta er bara fínt, já. Það er hún í F5 í einhverju stöðum. Þetta er mjög spennandi núna og tíminn er að jafnast. Símon er undir pressu. Það er komið verið tíma. Biskup eru F5, okkur ekki. Já. Drottning H5 biskup tilbaka. Ok, hann skákar þarna. Kongur G2. Semi-hótar. Hótar ekki. Einhverju skák og E6, jafnvel með drottningu. Já. Ok, nú er E7-peði uppnámi, hann verður að valda það, virðist vera.
En byrju, ha? Hann getur fyrst ekki drottningu. Ha? Strákar? Nei, hann var að fatta. Já, það kemur núna. Hann getur ennþá. Hann hefði getið komið upp leiðilegt og biskup Hafsjö. ef hann hefði ekki verið með autoqueen. Já. Það var hann bara fallið á tíma. Úff. Það er ógeðslegt, sko. Ja. Og Bárður vinnur. Virkilega vel gert að klóra sig gegnum þetta. Og þeir eru strax komnir í 7. skákina. Já. Það þýr ekkert að bíða. Nei, fáum þetta bara upp. Þetta er mjög spennandi. Staðan er 3-2. Símon í vel. Og Það fór í drottningabræðið aftur, hann tók ekki á C4 núna, heldur leik E6, svona hefðbund drottningabræð og G3, það er kent við, hér aðeins Spáni, Katalanbyrjun. Rétt. Og má geta þess að, ég var stattur í Katalóni í fyrra og keypti mér mjólk sem stóð á einmitt Katalan. Það er alveg gaman að því. Bara svona fyrir áhuga sem að. Keyptur þessa mjólk, tæmdi ferðinu og ert með þetta heima hér? Nei, ég skildi hann eftir út af því. A5, Ingvar, hvaða leikur er það? Ég mænir að reyna, ég ætla að segja, allan landskott hann afsaki, orðbræði, í dag, í byrjunum, en ég verði viðkenna, jú, þetta er alltaf já. Ég þekki hann að leik betur svona þegar mann er búin að leika C6, þegar maður núna til skákjá, hér verður Steini Gretarsen á henni olímpiaskákmóti. Já, það var í Bakú 2016 gegn Íslandi. Já, sem var mjög vel útferð. Já. Það var svona helvítið langt síðan. Já. Skrambin. Já. Það er rétt. Og þá fóru peðin á A5 og B5. Og B5 og hann sótti, náði sér í ríma drottningaveng og einmitt. Og Sundur spilaði anstæðingsinn, stórmeistara. En Bárður finnst sér svona, fer svona meira rólega í þetta. En hann kom mínútu undir á klukkuna, það er ekki full mikið í svona einfaldari byrjun. Þetta er fljótt að gerast, já. Símon búinn að græða tíma. Það verður ekkert stórkostlegt átt sér stað í raun og veru. Þetta er bara að velja byrjun. Þannig að hann komið kannski full langt undir á klukkuna fyrir minn smekk í 3-2. Já, og A4 og þá leikur Símon E4 sem er mjög eðlilegt. Já. Þá er spurningin, hvað ætlar Bárður að gera til þess að ljúka við liðskipuruna sína? Svolítið skrítið plan, eða svona samsending á leikjum hjá Bárður núna. Já, og líka þurfa að drepa, því að þá ertu kannski bara með veikleika á C6 og eftir og... Svartur, hvítur allt svo er alveg sáttu við að leika svo leikið fyrir þetta E5. Ég hefði jafnvel gælt við bara að leika C5 þannig líka. Já. Það er dróni á D-num hjá mér, ég þarf að valda rókina á leik C5. En C5 er einmitt svona thematísku leikur í svona stöðum til þess að binda þetta peð hérna alveg. Þannig að spurning hvort að... Rókur A7 valda biskupinn, hann gæli við að leika C5. En nú er leikir að borða kannski biskup E3 og C5 er klálega á leiðinni. Nú er hvítur að óta C5 sjálfur, sem er svartum ável ekki leifa. Hann leikur dróning C8 og nú á hvítur að leika C5, það mínum að þið. Er það ekki svona skólabókarleikurinn? Hann leikur biskup F4. Ég karpa á það leikið C5. Hvað gerir Símon? Leikur hann C5 eða ekki? Var ekki biskupin E3, er ég eitthvað að missa mig? Nei, biskupin á C1. Já, fór F4. Já, ok, C5 var kannski onni, já, ég glemdi því. Ég tekið allt tilbaka, þetta er algjör þvæla. Rittar G4 hóta biskupinum á F6 sem að Hörvar og Rókur C1. Já, ok, nú hótar hann leika C5. Alveg klálega. Ég ætla að stinga upp á C5 og einhver leika C5. Já, ég sagði það, C5. Spurning hvað Bárður gerir núna, hvort það var með rittarinn á A6 eða D7. Er ekki A6 bara... Æ, ég veit ekki. Ég veit ekki hvort hann á heima hér eða hvort það skrifir í tótt. Hann er á B4 en er hann að gera eitthvað stórmerkilegt þar annað en svona? Nei, hann er komin í lakkskóna en ekki farin að dansa. Ekkert ball. Aftur er Bárður komin sko í 30 sekundur og Símon er tæpar 3 mín. Símon er alltaf bara að nota tíma sko. Já, hann hefur haldið mjög góðu flæði á teppinskunni og það kannski munar helst því að það er eins og Símon láti bara vaða jafnvel þó að séu margir möguleikar. Rókur E8, Bárður er með mjög svona þrönga og erfiða stöðu eins og við sjáum. Símon með mikið rými. Og spurningin er bara hvernig heldur hann áfram hér til þess að auka. Hann leikur H4, ok. Fyrir kannski í svona eitthvað sambarlegt plan og
Og við sáum hjá Bárði áðan að íta þessa hápauði, nota það til að hjálpa sér. Já, það eru svolítið fáir svarta menn til að verjast ef að hvítin er að koma upp ykkur sókn. Nú er svona stöðuleg hótun að leika H6 og veikja svörturutina. Og nú er þetta bjóðið veikleiki. Svartur er svolítið búin að bíða átekta og spurning hvað hann getur gert það lengi. Já. Sko ég hef alveg verið til í að sjá þennan stíl frá Bárði, hann hefði bara gert þetta miklu hraðar. Já, miklu hraðar. Þetta er stílinn sem hún kannski vilt tefla, þú teflur upp á tíman, láta anstæðingin aðeins þurfa að finna leiki og leiðir til að halda áfram, en því er eiginlega alveg öfugt farið hér. Þá er bara spurningin, ætla Símon að fara að þenja sig og fórna H6 eða ætla hann að halda fram að bæta stöðuna sína? Hann getur leikið eins leikjum, svo sem, hann getur leikið biskup F3, kongu G2, eitthvað slíkt bara. Já. Þægilegt, þarf ekkert endur að taka neina svona afgerandi ákvarðanir. 5 rítan og E5 tilbaka. Og býður þá uppskipti. Þetta er fyrir F8, já, hann heldur áfram þessum skotgrafar hernaði. Ég er ekki loksins komið tíma á að leika bara C5. Drottning F3, já. Og þá leikur bara C5. Já. Ég vildi hafa C5 hjá hvítum þarna á undan. Já. Ok, þá fáum við kannski stakt peð á D5 mögulega. Hvítur er einhvern veginn svo langt á undan. Þetta er ekki mér ímyndilega, þetta er C6 svona á nanosekundu, sko. Já, hann kallar á mann þessi. Já. Hvað gerir Símon? Bárður á 6 sekundur á klukkunni. Alla flækju núna varu mjög óþægilegar fyrir hann. Já, ég ætlaði bara að dæma að tappa á þetta. Þetta getur ekkert skilið eftir með þennan tíma í svona stöðu. Nei, og staðan er mjög svona viðsjáverð hjá Bárði að því að... Það er líka verið þetta G4, akkur fór hann ekki sér? Já, ég veit það ekki. Ég veit það. Ok. Já. Biskup B2, svona til að gera eitthvað. Það sem ég hefst vest sko er að Símon hefur ekki þvingað svartan í neina svona krítiskar ákvarðanir, fórn eða uppskipti eða einhverja spennu. Þannig af hverju að tefla sér niður í að eiga engan tíma til að hugsa. Þú ert ekki búin að fá neina krítiska ákvarðan. Ég er bara set spurningamerki við þetta. Einmitt. Er Símon núna gæli við að fórna H6? Gera það ekki? Gæli við það, en það verður að E5. Gera það ekki. E5 er svartur kannski bara aðeins á að laga sig. Biskup getur tróðið sér á D4. Þá drepur hann. Þá fer hann all in. Drottning G4 kemur hann í vörðin á hlið. Já. En biskup F3, hvert er drotningin þá? E4? E4, wow. Já, hann er þokkalega að bjarga sér núna. Nei, hann fórnaði manni, já. Já. Peðimáli verið, sagði Peðisen. Og svo kemur hrókurinn yfir og allir glaðir. Hvítur er með einhverja bætur líklega ekki nægar. Nei, það held ég nú ekki. Ef svartun er að laga rittarann og hann tekur nú peða. Það er hún í H5. Getur hann ekki biskup G6 og skipt upp á þeim biskupum og... Getur þetta nú bara með ótalega sér, þetta búið að vera svo kæruleysislegt hjá Bárði og svo allt í einu loksist að fara séns, þá teflir hann nógu hratt og er kannski hann á að bjarga sér. Og var Símon bara á kæruleysanna? Mér fannst nú ekki staðan kalla á ykkur að fórn, það með það góða stöðu. Nei, það var svona eins og þegar þetta var aðeins að snúast tilbaka, það var eins og hann hefði bara panikað og fórnaði þá bara til loftið. Mér fannst hann eins og áðan rittari C6 bara svo borðlegandi miklu betra kvitt, ég bara skil ekki alveg klálega í hvað hann var að sækja þarna. En þessi stað er bara unnin á svartan, það er lítið meira það að segja. Lítið hættur, akkur er hann ekki búin að leika biskup D4. Biskup D4 kallar á mann. Róku C2 er átóleikur. Ok. Biskup D4 núna kannski. D6, já, ok, óþarf að flækjast í kannski, en ætti að vera ennþá unnið upp í með biskup D4 sem ætti að koma núna. Hann gerir það. Þetta má drepa, nei ok, það er hún í F6. Já. Hvítur með... Hann hefur farin að plokka aðeins peðin, en þetta apel á nú að vera nægilega hættulegt til að enda... Það hlýtur að vera. Enda þessa skák. Hlýtur að vera. Að þetta peði við öðru. Já. Með hjálp biskup, sem biskupin stiði vel við peðið. Og hvíti biskupin á enga leið til að komast nógu hættulega svarta kongnum, þannig að þetta er alveg endalega búið núna. Eina vonur er einhvers konar, ég veit ekki hvað skal segja.
Menn missi bara eitthvað að stjórna á Byttu, ha? Hafisbrif, 6 Já, við það var skák. Fyrir ekki, það var skák. Já, Gleymdu þessu skák Ég bara, what? Við reyndum að jinxa þetta Já. eins mikið við gátum en máttur okkar var ekki nægur Bárður virðist vera að klára þetta og þá er hann búinn að jafna einvíið 3-3 og er þá ekki rétt hjá mér Ingvar að þá er dreigð liti í síðustu skákinni? Jú, og hérna og bara sami tími hjá keppendum? Já, og við teflum bara alltaf einhver vinnu, skiptum liti Rétt Símon er að þungti yfir honum þetta og hann verður að játa sig sigraðan staðan 3-3 góð endurkoma hjá Bárði og þeir ætla að byrja aftur en þeim er ekki byrja aftur Nei, þeir verður aðeins að bíða Já, það verður að bíða að draga liti Já Erum við tilbúin kannski með stuttar auglýsingar á með við göngum frá því og komum svo með bráðabana Við ætlum að gera það Það var með spori Já, ekki fara langt Við tengjumst gegnum óteljandi þræði og bylgjur í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamálum kafað dýp. Missir. Útilega. Þessi útilega þetta ferði ekki algjörður rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Mann. Welcome to the White Lotus. Go be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Það er svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn er hafið. Enski bolti. Endalaust farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna.
Já, komið sæl aftur. Það var hér verið að draga liti í bráðbarnaskákinni, Ingvar. Það var Bárður Örn sem dró svar sem því að Símon hefur kvítt í 7. skákinni sem gæti skorað úr það hvor vinnur þetta einvígi. Já, þetta bara þannig að vinni annar skákinni þá hann komin áfram. Já. Jafntefli þá teflar aftur með skiptu litum þar til við fáum sigurvegara. Nákvæmlega. Og við höfum þolinmæði gagnvart einvíginu. Við ætlum ekki að semjum að báðu fara áfram eins og Karlsson og Nepomniachtchi gerðu eiginlega. Það er ekki boðið, nei. Það er ekki boðið. Nei. En þetta, sko, hvað er þetta að segja? Bárður búin að vinna sig inn í einvígið. Ég bara skil ekki hvaðan það kom. Já, með mitt. Það var bara lendi í tímarheggi ekki tefla vel, ekki sína sinni bestu hliðar og já, hann bara með líklega koltapa í síðskákinni með 6 sekúndur á móti 1:50. Nákvæmlega. Já, ef að Bárður vinnur Deimi þá verður Símon að spyrja sig einhverja spurninga. Hann var kannski á værikjað hana. Já. En við byrjum bara eftir að fara af stað, ekki? Jú, við gerum það og þeir hljóta að fara að byrja fljótlega en svona áður en við byrjum, ég meina sálrænt séð stendur kannski Bárður aðeins betur á vígi núna. Ég meina Símon hlýtur að vera næðast í handabökina. Já, ég var að fá þær upplýsingar að annar keppanir hafi þurft að skvetta af sér smá vökva. Það er eins og það er. Það er eins og það er, þannig að við býðum bara spakk hér með menn klára sitt. Já, já. Já, það er spurning hvað hérna. Símon með hvítt, segirðu? Símon með hvítt, já. Hann er búin að ganga ágætlega með D4. Reyndar. Sáum bara annar skákinn hafa hana mjög öðlega og þetta byrjar núna, já. Ok. Og þessi Katalanskák á hann, já, mér fannst Bárður ekki sína ekki neitt merkilegt vopn þar, þannig að ef ég væri Símon, hann myndi nú bara endurtaka byrjunina og sjáum að Bárður tekur sér smá tíma hérna því að hann er lágkvæða, ég menn, það gekk ekki vel á hann. Nú skiptar hann aftur yfir í sömu byrjun og tók í skák nr. 2. Ok, það er þess að móti ekki drottning bara með rittarinn á C6 sem vorum að tala um að hann væri svona fyrir eitthvað sjaldgæf leið. Já, í skák 2 þá drapa hann á F3 og lík E5. Já, og tapaði sér manni nokkur lengi síðan. Já, smá klípu þar og spurning hvort það vilji. En nú er nefnilega Símon bara tefla sitt af því að það gekk vel á hann. Algjörlega. Tefli bara aftur og er að spyrja anstæðinginn, ok, nú þarf þú að finna eitthvað. Og þetta er það sem ég vildi að Bárður gerði á hann, sem að gera ekki. Og nú er Bárður búin að nota 40 sekundur. Skyndilega. Já. Alveg galinn tíma nótkunn, sko. Og ég renna vega að meta hvort hann er endurbæta skákina frá því áðan eða breytir bara einhverju nýju. Og hann er enn að hugsa og ég veit eiginlega ekki hvað skal segja á meðan. Jú, hann drepur og gerir það sama áðan. Rittarinn fer þá vantilega tilbaka á E7 eins og áðan. Og Þessu þú sé 4 og áðan kom A6. Já, það er verið svona hálfþingað leikur. Og við vorum ekki ánægð með hann A4 leik á hann. Okkur fannst það vera tímasóun. En þetta er sama staðan og vorum með áðan og þá kom biskup B4 A5. Já, og þá rittari E7 drottning A4 og biskupin fjall. Það er spurning hvort hann ætla að setja ekki bara biskupin á D6 núna, annarkvort núna eða eftir rittari F6. Já. Gerir það. Og þú varst að tala um áðan þetta plan að reyna að herja kannski á þessa svörtu reyti hérna kongsvangnum. Algjörlega. En já, hvítur sækir hann að þessu B7-peði. Já, ég held að sé nokkur hrifinn af þessum leik af því að ok, hvítur er náttúrulega klálega ekki að fara að hróka stutt, þá var hann að stinga höfðinu í geni ljónsins. Þannig að hann hlýtur alltaf að hafa konginn á miðborinu eða bara hróka langt og reyna að gera hvað hann á drottningvagnum. Já, byttum við því. Ok, hann allir nú var í fulljóttur að gagnrýna hróku B8 sem biskup A7 sem er leiðilegur. Já, þetta er pyrrandi. Já, þetta er meira pyrrandi leikur en ég hélt. Er þá ekki B6 er ljótuleikur, hann svona veikir reyti en kannski í lagi, hann var ekkert hlaupið að því að nýta þess að veikleika allavega ekki strax. Nei, einmitt. En ef það er ekki leikur, þá bara verður að leika drottning C8 eða drottning B8. Já. En það er svolítið klaufalega leiki báðir. Ég meina að drottning C8 hefði verið mjög góður leikur fyrir svona 40 sekúndur. Já. Hann leikur hróku B8. Ok, hvað er hann að sjá eftir biskup A7 sem við sjáum ekki? Ég veit ekki.
Símon hristir hausinn, af hverju, hvað Nú við ætlar hann að gefa skiptamun og fá F4 inn eða hvað Það má vera hvað er að gerast? Hann tekur ekki slægin Ok. Hann líklega ætlað að fórna skipta mun Hann heldur því þá bara allavega að opnu þessi biskup Asíuleikur er svo sem ekki að fara langt riddari H4 hótar þá að drepa peðið sem er óvaldað hótar kannski að skáka hér undir einhverjum kringumstæðum biskupinn hörvar Já Ég hugsa mér að taka biskup sko. Skáka og drepa á E3 Já og svo bara áfram tabli bara út með mennina bara þetta 6-20 rágun Já, mitt gera það ekki öllu aggressívera en Ok, hótar að drepa núna eftir hvað gerir Símon í þessu? Hann getur ekki dróðin D Gerir það valda þetta, önnur hugmynd hefði verið bara segja að þetta sé ekki gera neitt og drepa, nei, það er nú kannski fyrir mikið að drepa A6 Já, en nú er líklega skynsalegast ekki Bárður komið með svona smá tök, svona aðeins betra tablettur en hann var með áðan allavega byrjar á því að stoppa hennan biskup G5 leik Rétt, já og já, ég meina nú, þetta er svona það sem hann vill og lagði upp með það, svona fá tök á þessu svörturreitum, nú getur riddari koma að G6 getur stuttráka, hinn riddar hann F4 og spil hvít sá svona, það virkaði ekki alveg Sammála því og maður spyr sig var kannski óþarfi að eða tíma í en A4 leik, ég veit það ekki Hróka G3 valda peðið þannig að nú drottningin frjálsferða sinna aftur reynir að losa drottningun aftur Bárður leikur G5 sem er enn betur tökum á svörturreitunum, kannski var það óþarfi einhver leiti, ég veit ekki hvort það sá leiku er nöðsilegur en allavega planið er að fara með riddar á G6 riddar í B1 aðtilsvært þetta er að fara á D2 kannski eftir aðtökum C4 já einhver tíman geti þessi riddari ratað á einhverja hvítareiti sem eru illa valdaðar hjá svörtum Riddarinn er komin á G6 á borði og hann er með 21 sekundu við höfum séð allt saman áður kæru engin ástæð til að hafa miklar ágjur að borði í þessu hann alltaf hefur ekki miklar ágjur sjálfur með við sjöttu skákina nú verða athyglisverð uppskipti á svartreitabeskupunum missir svartur blokkeringunni sinni D6-setnum skipti það einhverju máli ég meina hlutu að tvöfalda já sem hann gerir hótar á C7 og smá galli á gjöfnjarðar já ok, byttu nú við ég er ekki bara riddari D2 ég menn riddarinn er já gerir ekki mikið gagn á B1 og hann skilur bara peðið eftir tíminn er af skortuskamti hann rókar það má kannski bara gefa þetta C7 peð svartur fær svona einhverja smá virkni ætla að vera þessi riddara svona endur minn F4 þeir eru ógnandi eru samt svolítið í sparaskónum eftir riddar F4 biskup F1 hvítir svona alveg heldur þessu saman en já, mitt kannski eina er að hrókurinn svolítið klaufilegur á G3 og spurning hvort að svartu geti einhvern veginn reynt að tefla drottningaveng svona eiginlega skipta menn yfir í raun og veru það er rétt á meðan þessi riddari líka leppur þá sjáum við að hrókurinn má ekki fara langt af því að peðið fellur drottning C3 líklega góða leikur hjá Símoni býðið skipti reynir að blíðka góðinn og líklega rétt hjá Bárðarinn að halda drottningunum inn á reyna að nýta sér að hvíti kóngur stendur ekkert sérstaklega þráast við þarna fyrir aftur á D4 og nú getur hann mögulega fara svo eitthvað annað eftir drottning C3 núna þá kannski leikur hann hrókur A8 eitthvað slíkt jafnvel já spurning hvernig Bárður lítur á þetta hvort hann gerir það það getur endur tekið stöðuna þannig aftur tekið að þá verður hvítur að valda fyrsturreitaröð en þá getur svartur kannski færið að koma inn svolítið með hrókana mjög óþægileg hóttu núna hrókur A1 sem hvíti kóngurinn á ekki í E2-reitin og nýtt sér svolítið þetta sem við talaðum á hann er að tefla liði yfir á drottningvagnum já Bárður hann fer niður í 1 sekundu og fær auka 2 sekundur hættilegt maður akkur leika hann ekki hrókur A1 veit það ekki ég er ekki Bárður peðið kom á D7 reynir eitthvað mótspil en er þetta peðið ekki að fara að vera eitthvað veikt ég þurfa skák þetta er mjög spennandi og riddari D1
Drottning A5 Ég aftur. spáði þráleiki núna. Það væri svekkjandi fyrir Svartan. Já, hann bara finnur ekki leiðina, sko. Nei, menn hann á engan Já, já. Hann á engan tíma, maðurinn. Já, Það er gallin við að skilja engan tíma eftir að þú hefur ekki tíma til að finna hluti. Það er alveg klárt að Svartur er líklega bara stóttu vinnis í þessu stöðu. Já, Finnur nokkra góða leiki, en ég held að Bárður kannski smá svektur þarna. Bárður þá með hvítt í skák nummer 8, staðan er 3,5, 3,5. Svo sem vinnur þessa skák, hann vinnur einvíð og við fáum líklega upp Fílidórsvörn. Fílidórin aftur. Við færi sama afbreyði. Já. Mér fannst þetta alveg heppnast ákveðlega hjá Bárði, þannig að ég segi bara að teldu sama afbreyði. Já. Á 3 teki, hann tók með drottning á hann, ekki? Gerði það, já. Þá kom drottning B6. Það kostaði fyrir eða eftir hrókur í 8, ég man það ekki. Já, ég held að rittarðreipur drottning B6 hafi komið á hann. Af hverju er hann að hugsa drengurinn? Já, Þú fyrst fínu stöð á hann. Við á meta hvort hann hefði takað með drottningu eða með rittara á. Eða finna ykkur að nýjingu stöðinni. Hann er með rittara. Það er rittara núna, ok. But ok. 95. Og þá sjáum við gamla planið hans Símons að leika biskup E6. Já. Hann hefur sko, svo ég haldi nú áfram með þessa útskýringu frá því áðan. Hann hefur verið að leika biskup E6, dreif með peði og leika síðan D5. Skipta svona yfir í svona umbreyta peðastöðinu þannig. Aha. Spurning hvort það gerist hér. Mér finnst það, já, eiginlega svona sama upp á teininum að mann finnst þess að hvítu vera að leika í F5. Já. Ég sammála því. Hann er auðvitað með frekar veikt peð hérna á E6 eins og við sáum áðan. Hann var bara mjög slæmi veikleiki sem að Símon fékk eftir að Elínan opnaðist. Og hvað gerir Bárður? Hann tekur sér smá tíma í þetta og hann hefur gert það áður, strákurinn. Og hann leikur D5. Bárður sleppur þessu tækifæri að leika F5 og þá er veikleikinn á E6 farin. Já, þetta er alltaf það sem Svartu vildi, hvítur er vissulega með parið en svarta staðan er mjög traust. Já, að málega er að Svartu getur alltaf búið þessi skipti með biskup D6 og já. Það er stöður, þá eru Svartu rittararnir mjög svona liprir, vel staðsettir. Já, sjáum fyrir okkur F-línu Robin og ef að kemst rittar á E4 eða biskup á C5 og svona ýmsir möguleikar. En já, er ekki biskup D6 bara fyrir leikur? Það er oft ágætis leikaferð þegar anstæðingurinn er með 2 biskupa að skipta upp á biskupum. Einmitt. Og vera eftir með 2 rittar og biskup og reyna svolítið að tefla upp á reitina sem að biskupi ræðir ekki við. Það er rétt. Og með biskup D6, ef að hvítur hörvar, segjum að hvítur leiki biskup H4 eitthvað, getur Svartur allavega fara út með drottninguna og tengt trókana og... Ég get nú sagt það að stórmeistarinn franski Mathieu Cornet sagði mig frá því ekkert í einhverju lokahófinu að það var Dorfmann, mjög þekktur rússneskur þjálfari. Hann sagði að þetta var eiginlega bara prinsip. Hann teldi oft upp á að vera með 2 riddara og biskup gegn biskuparinn og riddara og einmitt að skipta svona upp á þessu biskupum. Já. Og vildi bara meina að það er oft með betra þá. Svolítið djúppæling, ég veit ekki af hverju ég kom með það núna. Áhugavert, já. En ég hef ekki heyrst það áður. Nei, þetta var svona smá svona komur óvart. Já. En þú veist, þetta er eitthvað sem bara hafa alveg gert en kannski aldrei spáð í því svona. Einmitt. Að bara tefla upp á 2 riddara og biskup á móti biskuparinn og skipt upp á biskupbúinu sem við samleita. Athyglisvert. En þetta er einmitt stöðutýpan sem að ég hef séð Símon tefla áður í þessu, ef við komum inn á það aftur og hann verið njóta sér nokkuð vel í þessu. Það er svona mikil harmoni í svörtustöðinu, allir mennir komnir út og mennir komnir út, það er hrókarnir á opinu og hálfopinu línu. Já, ég ætla samt ekki að halda því fram að Símon sé endilega með betra tafli, ég myndi segja að þetta sé einhver jafnvægi. En hann hefur vissulega, eins og áður. Enga súperpeðaveikleika, með 2 peðaeyjur, peðin er svona standa vel saman, kannski bara A5 peði sem að myndi hafa ágjör á til dæmis eftir rittarbreytu sem að
Mér finnst líklegra. Já. Það því að fyrstu reytir það komið reytir E4 og tapaliði. Hann vill halda valdi á þessum E4-1, hrókur E8, eðlilegu leikur. Símon tekur Símon ekki bara Elínu núna? Bara drottning E7. Já. Gerir þetta mjög vel. Sko, Bárður núna með 12 sekundur eftir. Símon með 2 mínútur og 22 sekundur. Já, það alveg búið að vera þráðurinn í einvíðinu. Já. Bárður búin að halda sig samt sko réttum með við 0 en hann hefur mist af góðum færum með út af þessu eins og í skákinu. Já, ég meina að akkurat þetta hafi kostað hann bara sigur í einvíðinu í úrslitarskákinu áðan. Bráðabanaskákinni. Spurning hvað gerist núna. Af því að þú leið og færð krítiska ákvörðun þá bara hefur ekki tíma. Nákvæmlega. Rókur F8, heldur mönnunum inn á. Já, reyndar E4 hótun, óþægileg hótun. Hótar einhverjum hoppum þannig. Nú bara að leika, leiktu bara minn. Já, wow. Já, nú kemur við hvernig svarar reyndar E4. Ég skil ekki alveg. Það þarf að leika drottning E3 og leppan. Já, það virkar einhvern veginn. Það er alveg á grensunni. Harlífis vörn. Já. Gera það, má drepa eftir. Útdrottning F6. Og reyndar þetta, ég meina fílíkt fænt hjá Símoni, hann fann refsinguna í stöðunni og hann tekur E4 heilu hróki yfir. Já, þetta er búið. Hann bara fann stöðu sem henda honum vel og hann bara, kunni betur á hana og nýtti sér þarna tímaleysi. Það barðið enn og aftur. Klálega. Símon Þórðarsson fer áfram úr 16 manna úrslitum með sigur á Bárði Erni Birkisinni 4,5, 3,5. Glæsilega gert. Þetta er mjög spennandi. Þetta er bara mjög spennandi. Já, virkilega. Það þýðir að við erum komin að leikslokum hér í kvöld. Við höldum áfram með þessa keppni næsta sunnudagskvöld, 14. september. Já, það fáum við 2 einvígi viðbótar. Já. Vonandi spennandi. Vonandi spennandi. Við fengum smá spennu hérna í lokin. En við hvetjum ykkur kæru áhorfendur til að fylgjast áfram með þessari keppni og við þökkum aftur styrktaraðilunum. Það er Síminn, Ljósleiðarinn, Lengjan og Collab sem styrkja okkur. Þetta mót haldið af Rafíþróttasambandinu og Skáksambandi Íslands. En við Ingvar þökkum fyrir okkur í kvöld. Fylgjast með næsta sunnudag. Takk fyrir bless. Takk.